velkominn á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann haldinn 13. október 2021 og hann númer 791 og ég segi fund settan. Að þessu sinni 13 mál á dagskrá. Það 2 fundargerðir frá bæjaráði. Þeir eru haldin 30. september og 7. október. Síðan koma fundargerðir frá skipulagsnefnd, 4 fundargerðir frá nefndir bæjarins. Það eru 2 fundargerðir frá fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar, 1 frá fræðslunefnd og svo 1 frá skipulagsnefnd. Og að lokum eru 7 fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar. Það eru 3 fundargerðir frá stjórn. Nokkur ekkert að vanbúnaði ágætu bæjarfulltrúar, það hefja standa. Við tökum þá fyrst fyrir fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar nr. 15/5, fundur sem var haldinn 30. september. Þar voru 6 mál á dagskrá. Máli 4, 5 og 6 var fengið frestað vegna tímaskorts en forseti gefur orðið laust. Það bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, ég kem undir máli nr. 1 á dagskrárliðnum á fundi bæjarráðs nr. 15/05 og fyrirsögnin sameiginleg svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs frá 2021 til 2032 á Suðvesturlandi. Hér undir þessum dagskrárlið kom framkvæmdastjóri Sorpu og kynnti svæðisáætlunina og Jón Viggo Gunnarsson og fór yfir í raun og veru hvað svona væntingar eru uppi varðandi hirðun sorps og meðhöndlun á úrgangi. Staðan virðist vera sú að enn og aftur sýnist sem svo að þrýst sé af hálfu Reykjavíkurborgar á það að við höldum áfram urðun á lífrænum úrgangi hér á Álfsnesi. En við hér í þessum bæ reynum eftir fremsta megni að halda hagsmunum Mosfellsbæ þar á lofti. Og ég tek undir þá vinnu sem hefur verið unnin hvað það varðar og tek undir það sem hefur verið reynt að gera í þessu efni. Það sem mig langar kannski helst og einna helst að ræða hérna eru svona hugmyndar varðandi sorpbrennslu. Það hefur verið hent á lofti möguleikar á því að fara í sorpbrennslu fyrir Ísland eða minnst okkur til það svæði sem hér ræðir. Og við erum með dæmi sem í Danmörku, Amer Bakke, og mér langar með leyfi forseta aðeins að fara yfir tölur hvað það varðar. Það eru settar hérna fram með fyrirvara. Já, stuttum Takk fyrir. Það er talið að sú verksmiðja hafi kostað, eða sorpbrennsla hafi kostað 534 milljónir evra á því verðlagi sem þá var, sem verðlagi dagsins í dag í kringum 81 milljarður. Nú, miðað við það sem að hugsanlega gæti þurft hér á þessu svæði og þessi geta þessara verksmiðju í Danmörku 560.000 tonn á ári en hér verðum við að tala kringum 120.000 tonn á ári. Slík verksmiðja með grófu mati þessa sem kom fram á fundinum væri 30 milljarðar króna pluss. Þannig að ég vildi svona aðeins ræða þetta vegna þess að við erum stödd þar sem að við þurfum virkilega að fara að hugsa í þessa átt út af því að það fylgir því bæði ákveðin kostir að sjá okkar sorp sjálf sem sjálfstæð þjóð hérna þar sem við búum á eyju í staðinn fyrir að fara út í það að flytja þetta út með tilsvarandi útblæstri og kolefnisspori. Þannig að mér langaði bara svona aðeins að fara yfir þetta og fyrir utan það náttúrulega að þakka Jóni Viggo Gunnarsssyni framkvæmdastjóra Sorpu til að koma og kynna þetta fyrir okkur. En mér langaði aðeins að impra á þessu atriði. Já, það
Næsta tekur til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Málið heitir samkvæmt fundarboði sameiginleg svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2021–2032 á Suðvesturlandi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að við stöndum á tímamótum hvað varðar sorpum á Íslandi og heim allan. Þetta málaflokkur sem við þurfum að taka aldeilis í gegn og höfum verið að gera undanfari, en núna komið að ákveðnum tímamótum sem ég held að lýsi sér í því ágætlega sem var sagt áðan, að við erum að huga hlutum sem kosta mikið. Þetta kannski grundvallaratriði þarna að við þurfum að hætta að urða. Og ég held að það sé alveg sjálfgefið að við þurfum að hætta að urða lífrænan úrgang, hann fer í gæju og vonandi getur gæja tekið á móti meira af lífrænum úrgangi, en það annar úrgangur sem við þurfum að eyða og hætta að urða sem við getum annaðhvort brennt með því að byggja brennslustöð. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar nefndi kostnað á slíkri stöð sem kostaði 80 milljarða í Danmörku. Það hefur verið hent á lofti að þetta kostaði kannski einhverjum 30 milljarða hér. Ég held að reynsla okkur að því að byggja svona verksmiðju sem við þekkjum ekki alveg, kostnaður getur orðið ennþá meiri. Þannig að það alveg ljóst að við erum að fara að flytja út sorp. Og það alveg ljóst að það mun kosta okkur meira. Og það líka ljóst að það engin önnur lausn. Það það sem við þurfum að fara að gera. Við þurfum að fara að bera ábyrgð á því að hætta að urða og koma þessu fyrir. Ég held að það sé svolítið langt í það að við tökum það ákvörðun í að vilja fara að byggja svona brennslustöð. Ég held að núna ég veit að núna náttúrulega að fara í gang vinna við það að skoða kosti, hagkvæmni þess að gera það. Ég held hins vegar að við höfum ekki látað að trufla okkur að flytja út sorp á þeim forsendum að það sé einhvern veginn spurningum fullveldi okkar eða við höfum að sjá okkar dót eða eitthvað slíkt. Vegna þess að við höfum að umgangast sorp eins og hvern annan varning, hverja aðra vöru, og endapunkturinn á að vera sá að svona sorpbrennslustöðar eru óþarfar vegna þess að hringrásarhagkerfið á að vera fullkominn. Þannig að ég held að það sé önnur ástæða fyrir því að það sé ekki ástæða til að fara í að byggja svona sorpbrennslustöð í þessum stærðargráðum eins og verður að tala vegna þess að síðan viljum við náttúrulega að þessi sorpbrennslustöð hafi ekkert efni að brenna, að við nýtum allt sem við fáum. Þetta svona vangaveltur þetta, og varðandi það og líka að við styðjum það sjálfsögðu sem komið fram að það verði alfarið hætt að urða í Álfsnesi eins og eigenda samkomulagið segir til það styðjum við alveg 100%. Takk. Já, þá tekur næsta til máls Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, þetta risastórt mál og hefur svo sem verið hér til umfjöllunar í nokkuð mörg ár í þessu bæjarfélagi, og ég held að það megi líka alveg eins og ég sagt áður að ég alveg segja það að svona hugmyndafræðin og stefnumörkunin hvað þetta varðar hefur nú ekki síst komið til héðan frá þessu bæjarfélagi. Það að segja hvernig þurfum við að taka á þessum málaflokki, og það kannski vegna þess að við búum við það þau óþægindi að hafa hér urðunarstaðinn í okkar bakgarði. Bara ein leiðrétting, Reykjavíkurborg hefur ekki verið að fara fram á það að halda áfram að urða lífrænan úrgang í Álfsnesi. Hann fer allur í gæju, en þeir hafa hins vegar rætt það að það sé óbilgirni af hálfu Mosfellsbæjar að heimila ekki áfram urðun á brennanlegum úrgangi eða óvirkum úrgangi og fara þar að leiðandi ekki eftir eigendasamkomulagi sem er búið að endurnýja eða endurgera, sem var upphaflega gert 2013, og það sem var til þessi hugmyndafræði að það þyrfti að vera til 3 resursar, það þyrfti að vera til stöð sem meðhöndlaði lífrænan úrgang, og það þyrfti að vera til brennslustöð og til þess að taka á móti einhverju sem ekki færi þangað. Ég svona í grundvallaratriðum sammála því sem að bæjarfulltrúi Valdimar sagði hér áðan. Þetta er verkefni sem að
við komumst ekki undan að taka á. Við höfum sloppið ansi billega frá því hér núna síðustu árin og áratugina með því að henda öll ofan í holu. Það er náttúrulega augljóslega ódýrast að grafa bara holu og moka svo yfir. Það er bara ekki lengur í boði. Bæði náttúrulega alls ekki í boði í Álfsnesi, bara gagnvart sko óþægindum sem íbúar Mosfellsbæjar verða fyrir á þeim stað, og svo það bara umhverfislega ekki í boði. Þannig að það þarf að hætta því. Og ég er líka sammála því sem hérna kom fram, að til þess þarf að flytja út úrgang, en ég er ekki, og þá brennanlegan úrgang, en ég er ekki endilega sammála því að það er ekki að huga brennslustöð á Íslandi. Ég held að við komumst ekkert undan því að slík stöð verði hér, hvort sem hún þjónar öllu Íslandi, sem held ég að væri nú reyndar skynsamlegast, eða hérna þessu svæði sem þessi svæðisáætlun tekur til hvort að hún þarf að vera í þeirri stærðargráðu sem nefnt var að hafa, það er ég ekkert viss um, en sá valkostur í mínum þarf að vera fyrir hendi, og þess vegna held ég nú reyndar að kostnaður við það verði ekki sá sem að hér er nefndur, en hann er örugglega þó nokkuð margir milljarðar, og það er bara eitt af því sem við þurfum að takast á við og huga að, og svo umræði sem betur fer byrjuð. En það er gott að heyra það er samstaðan það að standa vörð eigendasamkomulagið, sem að við óbilgirni var nú ekki meir en svo að hálfu Mosfellsbæjar, að það eigendasamkomulagið sem var gert hérna 2013 og tók til að urðun í Álfsnesi yrði hætt áramótin 2020-2021. Við fjallumst nú á það að framleggja það til ársloka 2023. En að lífrænum úrgangi og urðun lífræns úrgangs yrði hætt núna árið 2021 og allur slíkur úrgangur færi í gæð. En ég get alveg sagt það í þessum ræðustól, eins og ég hef sagt á eigandafundum Sorpu og í stjórn SSA, að þessi undirbúningur hefði átt að fara á stað miklu fyrr. Það hefði átt að vinna að framgangi eigendasamkomulags betur sem var gert árið 2013, þar sem þessi stefnumörkun kemur fram. En ég get alveg sagt það líka í þessum stólum svo annars staðar, að það er mínum mati, og ég held ég sé getið þá skoðun að fyrst og fremst vegna að stærsta sveitarfélag Reykjavík hefur svona staðið einhverju leyti vegi fyrir því að það sé gert. Stóð til að myndi vegi fyrir því að það væri hægt að gera samkomulag, jafnvel sameina Kölku og Sorpu, því þar er brennslustöð sem að vera að vísu ekki afkastamikil og sjálfsagt að verða með úrelta tækni. Það er allavega í deiliskipulag gert ráð fyrir staðsetningu slíkra stöðar, og það getur bara verið mjög góð staðsetning fyrir brennslustöð til framtíðar, en Reykjavíkurborg kom í veg fyrir að það er gert, og þess vegna vísa því ég algjörlega til föðurhúsinu að Mosfellsbæjar hafi verið með einhverja óbilgirni í þessum málum. Það er öðru nær. Það er einn af veilast og veila tveir, en næstu tökur til máls Sveinn Óskar Sigurðsson bæjundur. Gjörðu það, Sveinn Óskar? Forseti, já sko, fyrir maður aðeins yfir sem að nefnt hérna áðan á bæjarstjóra, sko. Gæja er ekki að framleiða moltu. Þetta er göll, eða segjum göllaða moltu með ómiklu plast í. Og þetta er notað til þess að hylja yfir sárin þegar búið er að fylla upp í svæðinni á Álfsnesi. Þannig að í raun og veru er Gæja ekki að framleiða sem átt að framleiða og ekki náð að takast enn. Já, það er líka annað sem að vil minnast á, það er rétt. Ég á frekar við náttúrulega óvirka úrganginn, dýnur og annað slíkt, að því verður að koma fyrir með öðrum hætti fyrir 2023. En við vitum það líka að á sveitarstjórnarstiginu hefur verið mjög mismunandi umgangur sorpið frá heiminu. Þess vegna er ekki framleiðslan Gæju að virka sem skyldi, og þetta er svona ferli sem eins og bæjarstjóri kom að hefði átt að vera búin undirbúa miklu fyrr. Og aðeins varðandi fulltrúa Viðreisnar sem er náttúrulega að verja sína menn í Reykjavíkurborg. Sko, það sem við erum að tala er þegar þú ert að flytja út rusl,
þá ertu í raun og veru ekki í þessu sjálfbara verkefni. Við erum að sjá það í fjölmiðlum á síðustu misserum og bara í gær að Evrópusambandið að flytja til Ghana og á þessu liggja kýr og kettir, hundar og jafnvel fólk. Það sem að fast fashion ræður ríkjum. Fast fashion hröð tíska. Það sem fólk skiptir föt nánast vikulega og hendir því. Þetta að verða til þess að meira rusl að safna saman. Og við sem forseti, ég ætla að hingra með hann vinstri, takk, hingra bara með hann Viðreisn og Samfylking ræða saman. Nú, það sem að ég vil árétta hérna í þessu, að flytja út ruslið okkar ekki sérstaklega ábyrgt. Og ég tel að leysa þetta mál hérna heima fyrir, þá erum við að girða okkar, úrgang heima fyrir með einhverjum hætti, en ekki flytja hann annað. Og hringrásarhagkerfið á að vera þannig að hver þjóð ætti að sjá sig og tryggja það að hún sé að sinna sínum skyldum gagnvart alþjóðasamfélagi. Ekki flytja það til Afríku eða til annarra ríkja. Og við vitum hvernig umræðan hefur verið varðandi endurvinnslu á stórum skipum á Indlandi. Svo lengi telja. En þetta atriði hér, það var góð kynning, vel að verki staðið og mér líst vel á það sem kom fram hjá forstjóra Sorpu og ég held að við höfum bara að reyna að halda að okkar hagsmunum hérna í Mosfellsbæ. Það tekur næstu tíma hans bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Blessaður Valdimar. Takk fyrir herra forseti. Ég átta mig ekki alveg á því hvernig ég var að verja félaga minni í Reykjavík. Ég var alveg til í það sko. Ég átta mig bara ekki á því hvernig ég var að því þarna. En og líka að því að Evrópusambandið kom og var að vera að ræða það og þá það nú á stefnu Evrópusambandsins einmitt að hvert ríki sjá sig. Það einmitt, ég svolítið að tala gegn stefnu Evrópusambandsins þannig. En mér langar aðeins að koma inn á þannig punkt aftur af því að sko þetta smá misskilningur að það sé verið að auka kolefnisspor með því að flytja út rusl. Það ekki verið að því. Það verið að minnka kolefnisspor með því að flytja út sorp. Og ástæðan sú að það 12-faldur munur, þar sem þú fær 12 sinnum meira ávinning af því að brenna sorpið úti, þar sem það kemur í staðinn fyrir brennslu á jarðefniseldsneyti, heldur en að flytja það út. Og það ávinningurinn af því að flytja út sorpið. Með öðrum orðum, við græðum, umhverfið græðir, jörðin græðir á því. Kolefnissporið minna, ekki meira. Og maður getur haft einhverja svona tilfinningarlega ástæði fyrir að gera ekki. Ég tengist rusli ekki svona tilfinningarlega og þetta er bara vara sem við getum flutt út og getum brent hana annar stað til hagsbóta fyrir þá sem eru þá þeim svæðum. Það hins vegar minni ávinningur í því að búa til orku hér. Vegna þess að við höfum bara þannig aðgang að hreinni og ódýrri orku að það breytir ekki miklu. Þetta svona eitt af því sem ég vildi koma að sem var. Annað sko að því að bæjarstjóri sagði að ég hefði sagt að það ætti ekki að skoða þetta mál. Það líklega hefði mátt skilja svo á mínu málflutningi að það ætti ekki að skoða þetta en það ekki það sem ég á við. Ég alveg sammála því að það á að skoða þetta mál. Ég alveg sammála því. Ég bara að segja að við höfum ekki að gera þetta vegna þess að við eigum að sjá okkar sorp sjálf. Að það sé ástæðan fyrir því að það sé einhvern veginn svona fullveldismál eða eitthvað slíkt. Það finnst mér vond ástæða til þess að fara að byggja stóra verksmiðju til þess að brenna sorp sem við gætum hugsanlega, notabenna hugsanlega, leyst á annan hátt. Það getur vel að vera komist að því að reisa litla verksmiðju hérna sem gæti tekið við sorpið eða eitthvað, að það sé hagkvæmt og það sé gott og þá ég alveg tilbúin að skoða það og hoppa á það magn, sko, algjörlega. Takk fyrir. Þá tekur næstu máls
Anna Sigríður Guðnadóttir, Forseti, ég kem hérna upp með sama máli og ég vil byrja að taka undir með bæjarfulltrúa Viðreisnar að mér finnst ekki rétt nálgun að nálgast förgun sorps út frá einhverjum stjórnskipulegum fullveldis hugmyndum en þetta er náttúrulega vissulega stórt úrlausnarefni sem við stöndum frammi fyrir og nútíminn bara stendur frammi fyrir hvað varðar að því hér var talað náttúrulega eigendasamkomulagið áðan. Ég ætla ekkert að fara hér í einhverjar ræður hvað einhverjir í einhverjum flokkum einhvers staðar hafa gert. Ég ætla bara að segja að við höfum staðið hér saman varðandi urðunarmál og bara þessi mál í Álfsnesi. Það stendur ekki til að breyta því og ég ætla að láta vera að skjóta á einhverja sem ekki hafa getað til dæmis verið unnið samkvæmt stefnumörkun Sorpu. Mér minnir það verið Kópavogur, var það ekki? Og ég valdi bara einn út úr sko. En hvað það? En við erum að tala þessa áætlun og ég vil líka þakka fyrir þessa góðu kynningu. Það var bara frábært að fá boð á bæjarráðsfundinn og hlusta á þessa kynningu og þær umræður sem þar voru. Stóra viðfangsefnið núna er náttúrulega þessi ólífræni úrgangur. Hvað gerum við hann? Og sko ég er ekki ég hef bara ekki nægar upplýsingar núna til þess að koma hér upp og segja við eigum að byggja brennslustöð, við eigum ekki að byggja brennslustöð. Ég held að þurfa að skoða það mál mjög vel og við þurfum að gera og svo ákvörðun þarf þá að byggjast á ekki bara á einhverju fjárhagslegri hagkvæmni heldur líka mjög sterklega umhverfissjónarmiðum og þá náttúrulega koma inn þau sjónarmið sem hér hafa verið nefnd varðandi útflutning á ólífrænum úrgangi til brennslu sem kæmi þá í staðinn fyrir notkun á jarðefna eldsneyti annars staðar. Allt þetta þarf að skoða í þessu samhengi en það breytir því ekki við þurfum að finna lausn og auðvitað kostar okkur að fara það að við förum með ólífræna úrganginn og hann verður brenndur í þar til gerðum stöðum í Evrópu eins og ég skildi nú verð ég bara viðurkenna, ég man ekki hver stöðu heiti mannsins sem kom og kynnti framkvæmdastjóri Sorpu, já. Það mun náttúrulega kosta okkur að fara með þetta út, skiljið, við þurfum að greiða mengunarskatta og mér finnst það ekkert skrítið því að þetta er okkar mengun, þetta er okkar prívat fullvalda mengun sem að við erum þá og þurfum þá að greiða fyrir en aðalatriðið er þetta að við erum að fara inn í nýja tíma á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar sorpmál. Ég held að við ættum bara öll að gleðjast yfir því að hér eigum við það verði sett samræmi í þessum hlutum hérna hjá okkur og það bara út af fyrir sig er gleðiefni. Svo er það þessi brennsluspurning og það þarf bara að skoða það mjög nákvæmlega hvað er hentugast, hvað varðar fjárhagslega og umhverfismálin. Og kannski eru menn bara núna að tala allt of stóra brennslustöð. Ég bara veit það ekki. Ég verð að treysta á að það verði skoðað mjög vel hversu stóra stöð við þurfum ef við viljum reisa svona stöð hérna á Íslandi. Og ég heyri að það er svona dálítið mismunur, ég heyri að Viðreisn vill náttúrulega skoða þetta mál, er ekki búin að mynda sér skoðun. Ég heyri á oddvita Sjálfstæðismanna, hann er nokkuð viss að það þurfi að reisa brennslustöð á Íslandi, en við skulum bara sjá hvað kemur út úr þessu. En ég held að þessi áætlun sem við erum núna með í höndunum, það sé bara mjög mikið gleðiefni að hún skuli vera komin að þennan stað. Takk. Já, fleiri, bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir eða núna. Gjörðu velkomin. Takk forseti, ég vil koma hér upp líka undir máli númer 1 svæðisskipulagsáætlun eða svæðisáætlunina varðandi
meðhöndlun úrgangs hér á Suðvesturhorninu og höfuðborgarsvæðinu. Ég bara fagna þessar umræðu hér allra bæjarfulltrúa sem komi hér að og sérstaklega gott náttúrulega að fá Jón Viggó Gunnarsson til okkar inn á fund bæjarráðs til að upplýsa hvar við erum stödd í þessu máli. Það hefur vissulega verið mjög flókið og þungt í allri umsýslu þetta mál og í rauninni fer ekki að gerast sko neitt eins og ég upplifaði sem fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu, þá finnst mér rauninni ekki hafa farið að gerast neitt af viti, svo maður segja, í þessum málum fyrir í rauninni að að frumkvæði Mosfellsbæjar var sett, þetta eigendasamkomulag var sett á og það yrði hætt að urða lífrænan úrgang í Álfsnesi og meðan það var rein, á meðan það var hola og meðan það var ekki gæja að þá var öllu sturtað ofan í holu og þá var náttúrulega segja þess sjálft að það var ódýrast og það var hentugast og við þurftum ekki að flokka neitt og svo skilur fólk ekkert í því akkur við erum ekki komið lengra í flokkun á Íslandi. Það vegna þess að við höfum Álfsnes. Það var hola og þar sturtum við bara í áratugi þangað til að við Mosfellingar sögðum hingað ekki lengra, nú var komið gott af því. Vegna eigendasamkomulagsins og hluta því var og náttúrulega svo breytast að sjálfsögðu lögin og það vinnur með okkur og það var ákveðið að byggja gæju, það var ákveðið að byggja gas- og jarðgerastöð. Jú, það er eitt stærsta skrefið okkar í umhverfismálum á Íslandi, þessi stöð. Hvað varðar jöfnun kolefnis og ég veit ekki hvað. Jú, hún kostaði mikið og hún er búin að fara gríðarlega margar hringi inn í pólitíkinni. Þetta er samt stærsta verkefni okkar á höfuðborgarsvæðinu. Og við Mosfellingar, já, við kröfumst þess að hún yrði yfirbyggð vegna þess að það var kvartað við lykt af því við sitjum í súpunni með Álfsnesi í bakgarðinum. Og já, það kom upp vandi með límtréspítana en við erum að skoða það. Þannig við erum ekki það er alveg sama hvað verður sagt gæju og það er alveg sama hversu moltan verður léleg. Að þetta er eitt stærsta og mikilvægasta skref sem við höfum stigið í meðhöndlun lífræns úrgangs á höfuðborgarsvæðinu. Það sem 80% íbúa búa. Og við getum setið, og mér er alveg sama hvað ég þarf að koma hérna upp og útskýra það oft. Moltan er ekki málið. Moltan er jákvæð afurð. Og moltan mun verða hreinni þegar við erum loksins búin að loka holunni og loksins farin að krefjast þess með ærnum tilkostnaði að við förum að flokka betur. Og loksins að fá öll sveitarfélögin með okkur til að samþykkja það. En ekki að segja bara nei, þá hækka gjaldskrár og nei, það er okkur svo dýrt og jafnvel framkvæmdastjóri annarra sveitarfélaga segja, heyrðu, getum við ekki aðeins beðið með þetta? Getum við ekki aðeins, það var bankahrun, getum við ekki aðeins beðið, það var COVID. Nei, við ætlum ekki að bíða lengur, vegna þess að við þurfum að klára þetta, við þurfum að ganga frá þessu verkefni, lögin segja að það er bannað að urða lífrænan úrgang í árið 2023. Við erum með rein ennþá einu frá sem er ekki fullnýtt. Hin sveitarfélögin herja á okkur að fullum þunga að fá að fylla holuna. Getum við fengið að nota þessi ár sem eftir til 2023 og getum við fengið að fylla holuna. Það er mitt stóra baráttuverkefni inn í stjórn Sorpu að segja nei, við verðum að halda eigendasamkomulaginu. Við ætlum ekki að sturta meira ofan í þessu holu, við ætlum að lífrænn úrgangur fer inn í gæju sem er gríðarlega mikilvægt umhverfisverkefni, alveg sama hvað pólitíkin segir þessa stöð og hvað mátt berja á meirihluta í hverju sveitarfélagi fyrir sig það. Þá er þetta stærsta verkefni sem við færði í. Og við þurfum núna að losa okkur við óvirkan úrgang og ég er ekki sammála því að útflutningur sé besta leiðin. Þetta er neyðarleið. Vegna þess að það er búið að leita hér út allt að nýjum urðunarstað alveg frá því ég fór að koma fyrst inn sem varabæjarfulltrúi 2010 inn í bæjarstjórn. Þá heyrði ég þetta leitun urðunarstað löngu áður en ég kom inn í stjórn Sorpu. En alltaf þegar kemur að því að samþykkja eða skrifa undir varandi urðunarstað, þá bakka sveitarfélögin, segir bara nei því miður. Það er ekki hægt, við viljum það ekki. En núna við förum að sýna nákvæmlega fram á það að við ætlum að urða lífrænan úrgang, nei við ætlum að taka lífrænan úrgangin í gæju og við ætlum að flokka plastið frá og pappírinn frá og við erum að flokka betur. Þá eftirstendur ákveðið magn af óvirkum úrgangi, óvirkum brennilegum úrgangi sem þarf að urða. Hann er lyktarlaus og við þurfum urðunarstað. Það er ákall okkar hér á höfuðborgarsvæðinu nýjan urðunarstað. Og það er neyðarúrræði að flytja út og það er ekki einu sinni víst að það muni ganga vegna þess að löndin er að loka.
Löndin að loka á það að taka á móti brennanlegum úrgangi vegna þess að löndin í Evrópu ætla sér að verða sjálfum sér næg með það. Og það ekkert sem við kemur einhverju þjóðrembu eitthvað slíkt. Við eigum að sjálfsögðu í okkar landi að verða það sjálfbær að geta urðað þennan hluta, það þetta litla magn í rauninni sem að ætlum að eiga eftir að því við ætlum að vera búin að flokka heitt frá vegna þess að við erum með afurð sem er mikilvæg, sem er plastið og við erum að geta fengið eitthvað fyrir þetta, að því við erum hætt að henda því honum hólu og hvort sem að koma enga fyrirtækina að hvaða verður. Mér er bara besta leiðin, ég vona að við finnum bestu lausnina með það. Og þá eftir sem áður hluti sem við þurfum að urða. Og það er að mér skilst, að því það er þetta vinnuhópur sem er vinna með í þessari svæðisáætlun með Suðurlandinu og eitthvað upp með Vesturlandinu sem er mögulega að finna einhver lausn á því. En þetta er mjög lítið magn af því að við erum búin að leysa málið að hluta en ekki að öllu leyti. Og við værum örugglega farin að flokka mikið betur og miklu fyrr ef við til dæmis hefðum bara lokað urðunarstaðinn fyrr og ef það væri fullkomin pólitísk sátt stærstu sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu til að gera það. Það væri bara að ná betri árangri í þessu. En ég held að niðurstaðan verður svo að við munum flytja út tíma, en því ég segi aftur, það er ekki óskastaðan að gera það. Það mun kosta okkur eitthvað fjármagn, eitthvað pening. Þannig að ef við náum ef einhver stað finnst núna urðunarstaður, ég trúi því að við finnum urðunarstað og þá erum við nokkurn veginn búin að loka hringnum, en hvort sem að verður byggð brennslustöð í einhverju framtíð, það finnst mér mjög langt í að hugsa þangað. Það er bæði mjög háar upphæðir þar, þannig að brennslustöð, ekki brennslustöð, ég veit það ekki. En við þurfum að koma þessum óvirka úrgangi einhvern veginn þannig fyrir að við séum ekki endilega að fara að flytja hann út, heldur urðan í okkar víðfeðma landi á einhverjum stað þar sem við náum samkomulag og fáum gerum einhverja samninga einhver skipti og eitthvað slíkt, þannig að við bara náum þessari hringrás í gang. Takk fyrir. Þá tekur eftir til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Svo er Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég kem upp undir þessu fyrsta máli líka, sameiginleg svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2021 til 2032 og ég get tekið undir það með öðrum sem hér hafa talað undan mér að það var mjög fræðandi og gott að fá forstjóra Sorpu á fund Bæjarráðs þarna daginn til þess að aðeins að setja okkur inn í stöðuna. Eins og ég skildi þetta hjá honum að auðvitað voru það vonbrigði og eru vonbrigði að Gaia sé ekki að virka sem skildi vegna þess að innstreymið er ekki nógu hreint í Gaiu til þess að hámarks niðurstaða fáist í moltugerðinni þar og þannig að betri flokkun í raun og veru er það sem er lausnin á því. Það voru gerðar ráðstafanir til þess að í móttökustöðinni í Gufunesi að geta blásið og flokkað og svo framvegis en það verðist ekki vera að skila sér sem skildi og þess vegna er það auðvitað stóra málið finnst mér að sem sagt flokkunin frá heimilum og fyrirtækjum að hún verði einsleit og sameinuð á öllu svæði Sorpu sem hefur ekki verið því miður og er kannski rótin að því að við erum að lenda í þessum vandræðum með Gaiu. Nú, það er alveg klárt, forseti, að við erum búin að gera þetta svokallaða eigendasamkomulag við samstæðsaðila okkar að Sorpu og því verður ekki breytt. Það er komið og það verður og það er bara spurningin hvernig við ætlum að standa í því væntanlega sameiginlega að uppfylla það eigendasamkomulag þannig að það verði ekki urðun í Álfsnesi eins og mælt fyrir í samkomulaginu. Nú forseti, ég spurði mitt forstjóra Sorpu að því daginn með þetta sem sagt að hringrásarhagkerfið og hringrásarkerfið í þessu verði sjálfbært þannig að það eigi þá, eins og ég skildi það, að draga úr þörfinni á urðun í einhverju framtíð. Ég veit ekki nákvæmlega hvað það er í árum eða jafnvel áratug eða meira
en þá að draga úr því og í umræðinni sem sagt sorpbrennslustöð og þeirra voru nefndar svona háar upphæðir eins og kannski 30-40 milljarðar eða eitthvað í þeim dúr, þá var það gríðarleg fjárfesting. Okkur fannst alveg nóg með Gæju að hún kostaði milli 5 og 6 milljarðar eða hvað það var nú sem hún endaði í. Þannig að 30-40 milljarðar sko gríðarleg fjárfesting. Þannig að ég spurði mitt sko, er þörf á svona stórri stöð og ég myndi vilja láta, og það hlýtur eiginlega verða skoðað í þessu samhengi, hvað ég held að þurfa að koma sorpbrennslustöð, svona einhvern veginn, á þess að ég sé nokkur sérfræðingur í þessum málum, að þá einhvern veginn skilji ég það og skynja það sem svo að það þurfi að koma hérna sorpbrennslustöð á suðvesturhornið. En hvað hann á að vera stór og hvað fjárfestingin, sko, hvert við erum að tala um 40 milljarða eða hvert við sleppum með 20 eða 15 og þess vegna spurði hann líka forstjórann daginn, sko, er markaður fyrir útflutningin, sem sagt getum við losna við þetta til útlanda og útlendingar þá nýtt sér það að brenna í sínum fullkomnu brennslustöðum og það kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Valdimars hérna áðan sem ég hef enga þekking á að það væri 12 sinnum hagkvæmara eða allavega miklu hagkvæmara að flytja út og brenna þar ef við erum að horfa á kolefnisfótsporið í málinu og gefum okkur að það sé bara rétt og ég efast ekkert það, hlýtur að vera búið að skoða það, að þá held ég að það geti kannski farið saman að við förum verðum að fara í einhvern útflutning á þessu framan af, að síðan muni draga úr þeirri þörf og meðan getum við þá hugað að byggingu á sorpbrennslustöð á svæðinu sem að þá ráði við þetta minna magn forseti en við erum kannski að standa frammi fyrir akkurat í dag og það munar hvern miljardin og talar ekki hverja 5 milljarðana eða 10 ef við erum að tala um fjárfestingu á svona stöð og eitthvað kostar svo að rekana líka, þannig að ég held að þurfa að skoða þetta voða vel og reyna að sjá fram í framtíðina með þetta. Ég ennþá komin að því að náttúrulega söfnun og flokkun á svæði sorpu hlýtur að vera lykilmál og nú loks að vonandi hillundir það að menn geti saminast í einhver einni stefnu í því sem að vonandi færir okkur einhverja gæfu í þessu máli. Það náttúrulega, ef maður lítur tilbaka þá það í raun og veru forseti mjög skrítið að við skulum hafa rekið hérna 2-3 sko flokkunarkerfi á svæði sem að allavega í útlöndum myndi kallast bara pínu lítill bær, 200.000 manns. Þannig að vonandi erum við að komast á þann stað að við getum sameinað flokkunina, dregið úr því sem að þarf að urða, byggt sorpbrennslustöð við hæfi og vegna þess að eins og hér margbúið að koma fram að það bara komið í lög, urðun á að hætta og eigendasamkomulag okkar kveður á að við ætlum að hætta að urða í Álfsnesi og við það verður að standa, forseti. Takk fyrir. Já, þá tekur næstu máls bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo velkomin. Já, takk forseti. Við komum upp undir sama máli, númer 1 í fundargerð bæjarráðs. Sko, ég vil bara leiðrétta það að sko vandræði Gæju eru ekki vegna þess að það hefur ekki náðst að flokka samræmingi flokkun á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur farið mjög mikil orka í það að byggja hjá stjórn Sorpu að koma Gæju á laggirnar og upplýsingarnar sem við fengum upphaflega voru þessar sem við fórum síðan eftir. Það væri bara ákveðin grunnatriði, það væri pappírinn og plasti sem þurfti að taka frá. Stóru vandræðin inn í móttökustöðunni í Gufunesi eru vegna þess að umhverfis eða hvað ég segja sorphirðumálin, sérstaklega í Reykjavík og Kópavogi, fóru bara í eitthvað svona bullandi pólitískan farveg. Á meðan önnur sveitarfélög bara við fórum nákvæmlega eftir því sem okkur var uppálagt að gera, biðum átekta það þegar niðurstöður kæmu úr ákveðinni tilraun sem var gerð en síðan fara 2 stærstu sveitarfélögin skera sig algjörlega úr og það þurfti að kaupa fyrir 10 milljóna græjur
til að taka á móti því hvernig Reykjavík og Kópavogur ákveðu það að senda sinn úrgang upp á móttökustöðuna. Og þar held ég að mistökin hjá stjórn Sorpu hafi legið að samþykja það. Það fóru margir tugir milljóna í það. Og ég get sagt að þegar ég kem inn í stjórn Sorpu árið 2016 með það bara full eldmóðs að það hlyti að nást að samræma flokkunarkerfi hérna á höfuðborgarsvæðinu, síðan mér sagt, nei, vertu bara róleg, það að koma hérna gas í Arnargerðarstöð, hún þarf bara þetta. Ok, við erum þar. Það búið að taka pappírinn frá og plastið frá og gleri frá og allan textíl, þetta átt að duga, með það fyrir var stað. Það kemur síðan, en þrátt fyrir það fara 2 stærstu sveitarfélögin allt aðra leið. Það var samþykkt, það kostaði 10 milljóna og það eru vandræðin sem að Sorpa síðan hluta vandanum í fjárrekstri, í fjárhag Sorpu. Af því það náðist ekki samkomulag það hvernig ætti að taka á móti Sorpinu sem kom inn í móttökustöðina. Þar byrjar vandinn. Gæja sjálf hérna upp á Álfsnesi ekki vandamál og ef vandamálið þar bara við viljum fá hreinni moltu, þá gerum við það og við ætlum að flokka betur, þá gerum við það. Lögin segja flokkið betur, þá gerum við það. Það lá ekki fyrir 2014 eða 2013 eða hvenær var þegar að fara að byggja stöðina. Þannig að það mjög margt breyst síðan og við erum bara að reyna að halda í við lögin og gera það sem gera þarf. En þetta algjörlega pólitískum toga. Stór hluti af vandræðum inn í varandi rekstur Gæju. Eða það að segja varandi kostnaðurinn í Gæju og móttökustöðinni fór fram úr áætlunum. Og einnig náttúrulega að það við bættum í þakinu og þannig ýmislegt. Þannig að flokkunin ein og sér var ekki það að við skildum ekki flokka, jú, það reyndar, ég komin á þann staðinn aftur, að ef við hefðum öll flokkað eins og ekki þurft að kaupa þessa græjur niður í móttökustöðinni, þá staðið við eflaust frammi fyrir því að hafa fengið réttar upplýsingar strax í upphafi. Við fengum bara ekki réttar upplýsingar strax í upphafi og við vitum hver sú saga er. Þannig að þetta hefur verið ótrúlega mikill svona pólitískur hildarleikur og ég held að við séum öll búin átt okkur á því að það hefur ekki verið neinum til framdráttar, alls ekki umhverfismálum hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að og mér finnst núna að við séum bara öll að sem á blaðsíðunni nema varðandi það og mér heyrist svona tónninn vera sá að við viljum halda náttúrulega eigendasamkomulaginu og það er náttúrulega það sem við Mósfellingar viljum algjörlega að tryggja að svo veri gert. Takk fyrir. Nú, það ekki fleiri á mælendaskrá en þetta mál, þannig að umræðum lokið það á þessu fundi. Lesa niðurstöðu bæjarráðs á þessum fundi. Það var sem sagt samþykkt með 3 atkvæðum að vísa málum til umsagnar umhverfisins og umhverfisnefndar, þannig að þetta mál kemur nú aftur fyrir hérna í stjórnkerfinu hjá okkur. Eins og ég gat áðan þá upphæði fundar þá voru þarna 3 málum frestað, 4, 5 og 6 en ekki orðið laust. Þeim mál sem eru hér til umræðu ennþá og það er Sveinn Óskar Sigurðsson sem við beðum orðið. Forseti, ég kem undir öðrum lið undir sömu fundargerð bæjarráðs. Það er Bjarkarholt Eyr, breyting á deiliskipulagi. Hér er að ræða afgreiðslu samkomulag uppbyggingu á lóðum á Bjarkarholti 1-5 og þar var bókað að bæjarstjóri yrði farið að undirrita samkomulag sem lá fyrir fundunum eða drög á samkomulag. Ég vil nú bara með leyfi forseta að lesa upp mína bókun á þessum bæjarráðsfundi. Bókun M-lista sé litið til ákvæða greina 6.4 er ekki ljós hvað átt er við innan gæsalappa faglega og fjárhagslega burði, gæsalappi lokast, og mikilvægt að þessi hluti sé skilgreindur frekar. Einnig virðist ekki séð að samningsaðilinn eigi að leggja fram tryggingar fyrir því að verkinu ljúki í tíma og staðið sé við skuldbindingar samkvæmt samningnum. Lögð er áhersla á að þegar lokið hefur verið við að vinna þessi drög verður þau einnig lögð fyrir bæjarstjórn. Tilvitnun lýkur.
þrátt fyrir verklag sem við verið haft hér í bænum, þá hefur sagan sýnt okkur það að sérstaklega þegar átt við hagsmuni eins stóra eru sem tengjast íbúðum fyrir aldraða og aðra hagsmunaaðila sem að standa að baki og bíða eftir framkvæmdum og lok framkvæmda, að þá sé með einhverjum hætti lengt að baktryggja sig þegar einkahlutafélag á í hlut og samið er við sem allt getur gerst með á byggingatíma. Þetta er kallað að stjórna áhættunni. Í samkomulaginu er meðal annars til þess að vísa til þessa áhættu þáttar getið að tryggja verði að viðkomandi fyrirtæki hafi faglega og fjárhagslega burði. En það er ekkert gert til þess að baktryggja þessi orð vegna þess að framkvæmdatímanum er lagt upphaflega úr höfn og út á rúmsjó framkvæmdana og það er spurning hvort að viðkomandi fleyta komið aftur til hafna með mann og mús. Það hefur bara ekkert alltaf gerst og við þekkjum það hér í bæjarfélaginu að við höfum lent í bæði töfum og óbyggðum svæðum og framlengingum á alls konar samningum og aðrir aðilar tekið við samningum og svo framvegis og framvegis. Það er ekkert í þessu sem tryggir að það veri efnt og tryggt til enda að þetta EHF fyrirtæki muni á þessum tíma hafa faglega og fjárhagslega burði til að sigla aftur til hafnar með verkefni. Nú, þess vegna lagði ég þessa bókun fram. Varðandi svo síðari hlutan á bókuninni að annaðhvort er hægt að setja svona samkomulag fyrirvara þegar viðkomandi framkvæmdastjóri skrifar undir að það standi að þessi fyrirvari samþykki bæjarstjórnar. En þá þykir mér eðlilegast alltaf að drög sem er leggja fyrir verði búin að hljóta samþykki hér og vera umræði hér áður en að til undirritunar kemur. Nú skal ég ekki segja að þetta getur verið oft hagsmunamál, mikil hagsmunamál og sem megi ekki kannski fara í loftið og svo framvegis. Þá er nú hægt að bara hafa þetta sem trúnaðarmál. En þarna erum við að tala að ef að svona verkefni fer úr skorðum, þá er ekki bara að ræða hefðbundi fyrirtæki, heldur hagsmunaaðilar sem heitir Eir, sem að tekur af þessu fyrirtæki þetta verkefni að hluta eða heilt. Í þessu tilviki held ég að sé hluti. Mér sýnist það. Þannig að þess vegna segi ég og stend ennþá við þessa skoðun mína að bærinn eigi að leggja meiri áherslu á það inn í framtíðina að það liggi tryggingar fyrir lok framkvæmda þegar það snýr með þessum hætti að þriðja aðila. Þetta mál sem að bæjarfulltrúi svo Þórsson var að ræða að þeir fengi hljómsveit það númer 2 og þá er umræðan lokið það á þessu fundi. Og eins og ég gat upphafi þá var máli 4, 5 og 6 fresta var enda tekið viku seinna fyrir þannig að það er rétt að ræða þá undir þeirri fundargerð en orðið er ennþá laust, það er ekki mikið eftir til umræðu, ég lít svo á að jú, það er bæjarfulltrúi. Þú bara byrjum það að greiða sérstaklega atkvæði númer 2. Það er sérstaklega atkvæði mál númer 2, já. En við erum þá að ganga til atkvæðagreiðslu umræðum með lokið fundargerðina þannig að við óska eftir því að greiða sérstaklega atkvæði mál númer 2. Svo það sé ljóst hvað er raun og veru að greiða atkvæði í því máli. Þá ætla ég að lesa úr fundargerð bæjarráðs. Niðurstaðan á svohljóðandi: bæjarráð samþykkir með 2 atkvæðum fyrirliggjandi samkomulag uppbyggingu á lóðunum Bjarkarholt 1-5
Jafnframt er samþykkt að fela bæjarstjóra undirrita samkomulagið, fulltrúi L-lista sat hjá. Þetta var niðurstaðan og nú greiðum við atkvæði um þessa niðurstöðu, þeir sem staðfesta þessa niðurstöðu bara rétt upp hönd. Einhverja móti? Það eru 8 atkvæði með og 1 til hjá. Það er fulltrúi L-lista, Stefán Ómar Jónsson er óskað til að gera grein fyrir atkvæði sínu í þessu máli. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Eins og kemur fram í fundargerðinni þá flutti ég til að vísa þessu til umfjöllunar og afgreiðslu hérna í bæjarstjórn og hún var felld og þess vegna sett ég hjá við þá afgreiðslu. En í heildina þá er ég áfram þetta verkefni og greiddi þess vegna atkvæði með því hér. Takk. Og Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi óskar þess því að gera grein fyrir atkvæði sinni. Forseti, þessu til líki. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég sit hjá sökum þess að ég vil að þetta verklag verði tekið upp hér eftir einhvers konar tryggingar þegar þriðja aðila, svona viðkvæman aðila er að ræða í samskiptum við okkur á sveitarstjórnarstiginu og til þess að tryggja meðal annars að það sé engin vafi á því að verka þessu toga tefjist ekki. Og Anna Sigríður Gunnardóttir hefur óskað til því að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður bæjarfulltrúi. Já, forseti, já, sko, samkvæmt þessu samkomulagi þá verið að ganga frá samkomulagi um uppbyggingu á 2 lóðum næst hjúkrunarheimilinu. Það kemur líka fram sko að það er algjör óvissa áfram. Bara gera grein bæjarfulltrúi fyrir atkvæði. Já, þetta er hluti af því ástæðan fyrir já, að þannig að út af fyrir sig þá hef ég ekkert á móti því að það sé byrjað á þessu verki sem er sem sagt búið að gera samkomulag núna, en ég bendi á að upphaflegar áætlanir sem voru kynntar fyrir okkur voru mun fleiri öryggisíbúðir á þessum stað, en núna virðist að vera þannig að það sé jafnvel opnað og það verði bara að það verði einhvers konar annars konar íbúðir fyrir 55 ára eldri. Nú, hér hrista allir hausinn. Var ég að lesa einhverju vitleysu? Það sem forseti er að gera athugasemd við og gerði áðan að nú erum við búin að greiða atkvæði þetta og bæjarfulltrúar eiga þess kost að gera grein fyrir atkvæði sínu örstutt. Já, heyrðu, ég verð þá bara að fara úr punktu núna, en ég ætla að fá að breyta þá atkvæðinu og sitja hjá. Atkvæðagreiðslu lokið og verður ekki... Get ég borðið undir fundin að fá að breyta atkvæðinu? Nei, ég líka ekki svo á. Það búið að greiða atkvæði og hún fór eins og hún fór. 8 atkvæði fylgjandi og 1 satt hjá. Og ég lítið svoleiðis á að hún standi, en það má gera grein fyrir atkvæði sínu og tveir bæjarfulltrúar hafa að segja gert það. Að öðru leyti er þetta mál afgreitt á þessum fundi. Ef við ræðum í fundarhlé, taka fundarhlé, þá var það sjálfsagt að gera fundarhlé. Já, ég hef það fundarhlé. Já. Það er óskað til fundarhlé og
fundargerð bæjarráðs frá 30. september. Á fundi nr. 1505 þá var óskað eftir sératkvæðagreiðslu í mál nr. 2, Bjarnarhóll, breyting á deiliskipulagi og niðurstaða í þeirri atkvæðagreiðslu liggur fyrir. En við erum eftir ágæti bæjarfulltrúar að greiða atkvæði niðurstöðu í öllum hinum málunum sem var að dagskrá þessa fundar og nú við hafa rétt upp hönd sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í öllum hinum málunum að máli 2. Það er staðfest með 9 atkvæðum. Síðan leið vika og aftur fram 50 snemma dags var fundað í bæjarráði Mosfellsbæjar 7. október síðastliðinn, það var nr. 1506. Þar var aftur að fresta 3 málum en ekki sömu og síðast. Það var fresta málum nr. 9, 10 og 11 vegna tímaskors. Þarna voru 8 mál afgreitt og forseti gefur orðið. Er einhverju að ræða eitthvað mál þessari fundargerð? Já, nú var bara, ég held að Sveinn Óskar hefði sjöfnum minn og undan Stefáni Ómari bæjarfulltrúa. Þannig að eitthvað að gefa þér orðið, Sveinn Óskar bæjarfulltrúi. Forseti, við ætla að koma undir fyrsta lið, Dalsgarður óskur niðurfellingu byggingagjalda. Með leyfi forseta vitni niðurstöðu fundar bæjarráðs. Bæjarráð synjar erindinu með 2 atkvæðum. Gatnagerðargjöld eru skattur á sveitarfélaginu og ber að leggja slíkt gjald á fasteignir í þéttbýli. Fyrirhuguð bygging með 3 atkvæðum. 3 atkvæðum, að ég endurtek bara. Já, gjör svo. Nú bæjarráð synjar erindinu með 3 atkvæðum. Gatnagerðargjöld eru skattur á sveitarfélaginu ber að leggja slíkt gjald á fasteignir í þéttbýli. Fyrirhuguð bygging nýtur 50% afsláttar af gatnagerðargjaldi samkvæmt gjaldskrá Mosfellsbæjar gatnagerðargjöld þar sem hús og til landbúnaðarafnota er að ræða. Jafnframt byggingafulltrúa falið að ræða nánar við málshefjanda fyrirkomulag uppbyggingarinnar. Tilvitnun lýkur. Það var talsverð umræða þetta í bæjarráði og það sem er þarna kannski helsti skurðpunktun í þessu er fyrsta lagi þessi í raun og veru samkeppnisstaða þessa framleiðslu og okkar markmið ætti að vera að reyna að finna allar tiltækar leiðir til þess að halda slíkum áhugaverðum og mjög mikilvægum rekstri í námunda við okkur. Varðandi þessa skurðpunta þá finnst mér afgreiðslan hafa verið bara hið besta mál fyrir utan það að synja, en synjunin kemur til vegna tæknilegra þátta og þess vegna er byggingafulltrúa falið að ræða nánar við málshefjanda. Þessi tæknilegi þættir komið aðeins til umræðu og bara til þess að í raun og veru árétta það hér að sá sem stendur hér benti á atriði varðandi fasteignakaupalögin að þar stendur að fasteign sem skylda að greiða af gjöld og fasteignagjöld og annað slíkt skal þá vera varanlega við landi skeitt svo hún teljist fasteign í skilningi fasteignakaupalaga og jafnframt varðandi skráningu fasteignar. Hvað er fasteign? Og þarna eru gámar og annað slíkt og við þekkjum það að gámum fjölgar á höfuðborgarsvæðinu í ýmsum inngreinum og verið að taka ákveðin gjöld og fá stöðuleyfi og annað slíkt. En þarna er þetta notað í einhvers konar samhengi við framleiðslu línuna. Þannig að ég horfi vonandi til þess að það sé skoðað í því ljósi hvað er þá fasteign og hvað er varanlega við landi skeitt. Gámar yfirleitt ekki nema þá hugsanlega einhvers konar vinnubúðir. En mér finnst skipta líka máli í þessu samhengi er að hvernig getum við sem samfélag reynt að stuðla að því að þessar inngreinar sem eru lítill og meðalstór landbúnaður hér á svæðinu, hann fái áfram þrifist í okkar nágrenni. Mér finnst skipta máli að við sem sveitarfélag að svo nálægt
þessari fegur sem hér er og fjallasýn og þessu skemmtilega umhverfi sem við sjáum hérna í tengslu við landbúnaðinn okkar, að hann fái að dafna í sátt við samfélagið. Við erum hérna með afskaplega skemmtilegt samspil náttúru og atvinnu í þessu og víða í heiminum er beinlínis stuðlað að því að gæta að þessum landbúnaði sérstaklega vegna menningararfs og líka vegna þess að annars erum við að tala framleiðslu sem gæti hugsanlega farið út úr bænum og myndi ekki vera í nágrenni við okkur, bara til dæmis eins og félagslegir samkomur í tengslum við grænmetismarkaði og svo framvegis. Við erum búin að vera að byggja upp og skipuleggja á höfuðborgarsvæðinu nánast í alla smásala út á svæðinu, litlu hverfisbúðirnar farnar og stórar verslunarsamstæður sem rísa með tilsvarandi hagsmuni þeirra sem þar fjárfesta. Þess vegna segi ég að við ættum að líta til þess hérna hjá okkur, bara eins og til dæmis maður veit að til dæmi Frakkar gæta mjög mikið að sínu landbúnaði, að við reynum að gæta einni að okkar framleiðslu í næsta nágrenni og ekki að verða einhvers konar embættismannakerfi eða stjórnsýslu sem reynir ekki að finna lausn. En ég sá það að afgreiðslu á þessu máli og hugur þeirra sem sátu fundinn var að reyna að finna lausn og það er bara hið besta mál. Forseti gerur orðið laust þetta fyrsta mál sem að bæjarfulltrúi fyrir norska var að ræða, allskáður, óskum niðurfellingu byggingargjalda. Þetta er sem engin kjósum það, þá er umræðum lokið það mál. Þarna voru 11 mál á dagskrá, 3 málum var frestað en ég gef orðið laust hinn málin og bæjarfulltrúi. Forseti, bara hérna á sætinu, þá bara sérstaka atkvæðagreiðslu 2-4. 2-4, já. Orðið laust og Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið bæjarfulltrúi, gerðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, í kemendulinu 2-3 sjálfbær íbúðarhús. Við búum nú við það að þann tíðaranda að reyna að byggja upp umhverfi sem er sjálfbærara en við lifum við í dag. Þó að við á Íslandi hérna séum mjög ansi sjálfbær varðandi orkuöflun og í raun og veru oft á tíðum í mörgum greinum að gera mjög vel í varðandi sjálfbærni. Það sem ég vil kannski ræða hér að afgreiðsla bæjarráðs, með leyfi forseta ef ég les úr afgreiðslunni, bæjarráð samþykkir með 3 atkvæðum að fela skipulagsfulltrúa að kanna nánar hvort að til sé staðar skipulagt land sem henta gæti fyrir vistvæn hús sem tækt er til deiliskipulags. Tilvitnun lýkur í hluta þessarar bókunar. Og svo er talað að það kom einhver tillaga þaðan þetta efni. Ég vissulega býð spenntur eftir því sem okkar ágæti skipulagsfulltrúi kemur með, en mér langar samt aðeins að ræða þetta fyrirkomulag. Miðað við þetta að þá erum við að tala það að hús af þessum toga sem væntanlega, mér sýnist, virðist eiga samkvæmt þessum tillögum, svona teikningum og hugmyndafræði, sé fjöleignahús, að það séu helst engar frárennslislagnir frá viðkomandi húsi, að frárennslið eigi að nýtast á staðnum. Bara varðandi þetta, og þá væntanlega kæmi það væntanlega frá skipulagsfulltrúa okkar, hvað segir byggingarreglugerð heimildir sveitarfélaga að tengja ekki byggingar við frárennsli? Bara og svo er annað. Gildi þetta fjöleigna húsalög getur aukinn meirihluti hugsanlega breytt þessu fyrirbæri. Og þetta bendi ég nú bara á til þess að kannski að hafa sem veganesti inn í þessa umræðu innan bæjarins,
vegna þess að aukin meirihluti getur breytt sameignarhluta og algjörlega því að þetta er bara hægt að vera sjálfbærni hús eða það yrði á tengt frálensli og svo framvegis. Þannig að það er svona ýmsir þættir í þessu sem að kannski bara gæti hugsanlega ekki verið gerlegir með þann lagaramma sem við höfum þegar í dag. Eða myndi þá hugsanlega geta verið svona tekið breytingum í tímans rás sem að öll önnur hús gera í raun og veru. Og svo er annað við þetta sko að hversu langt á Mosfellsbær að ganga í einhvers konar tilraunastarfsemi með útlöndunum að lóða þessu toga. Hversu langt á sveitafélag að ganga í þessu efni og þá er spurningin að vera framsýn og hugsa sjálfbærni og auglýsa sig hugsanlega fyrir næstu kosningar og svo framvegis með sjálfbærni teikningar fyrir aftan sig og hversu langt eigum við að ganga þarna með það í huga að mæta þessum tíðaranda sem er núna uppi. Vissulega var áhugavert að sjá betur útfærsluna, hún liggur ekki fyrir en mér skilst að sjálfbær hús eigi ekki að þurfa á neinu öðru að halda en því sem á lóðinni sem sé hvorki aðkeypta orku né frárensli frá húsi eða aðkeyptar veitur. Þannig að ég vildi bara koma þetta inn í þessa umræðu, forseti, og reyna að impra á þessum punktum sem að ég hafði svona í huga í tengslu þessa afgreiðslu, en vissulega er mjög spennandi að taka þátt í nýsköpun og vera að þróa okkar samfélag, en það verður að búa svo hnútana að það sé þá að raunverulegt og getur orðið að raunverulegur að því sem að uppálagt er með. Já, orðið röstum þriðja mál á þessu fundi. Það bæði Sveinn Óskar var að ræða. Guðs engin hljós það og þá er umræðan lokið það mál. Ég gef þá orðið röst. Bæði vilja ræða eitthvað. Þú að ræða mál nr. 1 og mál nr. 3. Það óskum eftir sérstaklega atkvæðagreiðslu 6 Númer 7. Mál 7. Fjármögnun samkvæmt fjárhagsáætlun. Það verður líka sér atkvæðagreiðsla mál nr. 4 og 8. 8, já, við. Ok, þá er það 3 mál sem að við greitt sérstök atkvæði að við klárum mældaskrána eða þar að segja. Nú spyr ég aftur, er eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þarna áður en að verður farið að afgreiða einstök mál með atkvæðagreiðslu. Svo virðist ekki vera og þá er umræðum lokið. Þá tökum við fyrir þessi 3 mál eitt og eitt í einu, þar sem að óska hefur eftir að sérstök atkvæðagreiðsla fari fram með. Ég ætla að lesa niðurstöðu, eins og ég geri nú á stundu gert, að niðurstöðu bæjarráðs, svo við vitum öll hvað við erum í raun og veru að greiða atkvæði eða staðfestum eða staðfestum ekki. Fyrsta málið sem er mál nr. 4 sem heitir Hamraborg deiliskipulag. Niðurstaða bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykkir með 2 atkvæðum fyrirliggjandi viðauka við samkomulag vegna uppbyggingar á lóðum við Hamraborg. Bæjarstjóra er falið að undirrita viðaukann fyrir hönd Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúi Ellista samt hjá við atkvæðagreiðsluna. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð í þessu einstaka máli eru bænir rétt upp hönd. Það eru 5 atkvæði með þeir sem eru á móti, 1 á móti og 3 sitja hjá. Fundarritari færi það í bókar. Og þá tökum við næsta mál fyrir. Það var óskað eftir því að ef við greitt sérstök atkvæðagreiðsla, fæði fram sérstök atkvæðagreiðsla mál nr. 7.
sem að heitir fjármögnun samkvæmt fjárhagsáætlun 2021 og já, ég ætla að lesa þá, það er nú reynda svolítið löng niðurstaða en ég ætla að lesa minnst fyrstu setninguna, hún var svona: Mosfellsbæjar samþykkir með 3 atkvæðum á 1507. fundi að taka 2 lán frá lánasjóði sveitarfélaga og síðan er nákvæmra útlistun á því. Róskandi ég lesi þetta frekar, er fólk tilbúið í atkvæðagreiðslu yfir höfuð, svo virðist vera, og þeir sem staðfestja niðurstöðu bæjarráðs í þessu einstaka máli eru beðnir rétt upp hönd. Það eru 8 atkvæði, einhverja móti, 1 situr hjá. Og þá er það síðasta atkvæðagreiðslan sem er svona sérstök eða einstök mál og það er ekki mál 8 sem hafa beðið bæjarfulltrúi Sveinn. Það heitir stuðningur vegna innleiðingar heimsmarkmiðanna í sveitarfélögum. Þar ætla ég að lesa niðurstöðuna. Niðurstaða bæjarráðs var svohljóðandi: Bæjarráð samþykkir með 3 atkvæðum að Mosfellsbær sæki þátttöku í verkefninu og tilnefni Bjarka Bjarnason forseta bæjarstjórnar og Tómas G. Gíslason umhverfisstjóra til að taka ábyrgð á innleiðingu verkefnisins hjá Mosfellsbær. Þess að staðfesta þessa niðurstöðu eru beðnir rétt upp hönd. 8 atkvæði, einhverja móti, það er 8 atkvæði með fylgjandi og 1 situr hjá. Og enn greiðum atkvæði þau mál sem að út að standa, sem eru ekki búin að greiða atkvæði og ég... Já, það er óskað eftir fundarhlé og við gerum fundarhlé. Já, bæjarfulltrúar, þannig þá funda nýju og
við erum hér að greiða atkvæði einstök mál í fundargerð bæjarráðs á 7. október. Nokkrar slíkar atkvæðagreiðslur einstök mál hafa farið fram og enn eigum við eftir að greiða atkvæðagreiðslu eitt mál og það er mál nr. 2, umsókn styrk vegna bílastæðis í Mosfell. Og Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi lýkur að fundi við þessa atkvæðagreiðslu. Og ég sé ekki ástæðan að sérstaklega beðið það að ég lesi upp niðurstöðu bæjarráðs. Það er ekki beðið það, þá ætla ég að biðja þá rétti hönd sem að staðfesta niðurstöðu bæjarráðs í þessu eina máli. Það er staðfest. Og þá yngrum við augnablik eftir því að bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson, hann er kominn aftur. Og þá greiðum við atkvæði ágætu bæjarfulltrúar þau mál sem við höfum ekki greitt atkvæði í þessari fundargerð frá 7. október, fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar, fundur nr. 1506. Þessi staðfesta niðurstöðu í þeim málum eru benar réttum bönd, nú er það 9 hendur á lofti. Og þá höfum við lokið umfjöllunum við þessar tvær fundargerðir frá bæjarráði og þá förum við einstakar nefndir. Eins og ég gat í mig upphafi eru við 4 núna fundargerðir frá nefndum. Við byrjum á 2 fundargerðir frá fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar. Það var fyrsta lagi á fundur nr. 310, haldinn 28. október. Það voru 5 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust og bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur beðið orðið. Formaður fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar, gjörðu svo vel Rúnar Bragi. Takk fyrir það forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp í máli nr. 3 sem er stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Ég ætla bara hér rétt að innbrá því hér við fundarmenn að hér liggur fyrir stefnumótun og ný stefna fyrir í málefnum fatlaðs fólks sem að var hlutt af stað fyrst árið 2020 í september, 22. september og hér liggur hún fyrir og hefur verið samþykkt ef ég mætti með leyfi forseta niðurstöðu fjölskyldunefnd samþykkir lokadrög að stefnu í málaflokki fatlaðs fólks með áorðnum breytingum og nefndin felur jafnframt starfsmönnum fjölskyldusviðs að ljúka hönnun skjalsins til samræmis við aðrar stefnur í Mosfellsbæ. Hér semst liggur hún fyrir og gott mál að við séum hér að klára enn eina stefnuna. Og svo líka orðið laust þetta mál nr. 3 á fundinum og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem undir lið 3.3 á fundi fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar nr. 310 stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks. Nú, hér er enn drög samþykkt að stefnu í ákveðnum málaflokki, nú fatlað fólk. Og þetta bætir seinna við í eftirliti einhvers konar innleiðingu hjá embættismönnum bæjarins. Ekki fjölgar þeim. En það sem mig langar að árétta hér er að þegar við erum að samþykkja stefnumótun af þessum toga, hvar eru mælanlegu markmið? Hver fylgist með árangri þessara mælanlegu markmiða? Og hver hefur eftirlit með því að lagfæra ef eitthvað ábótavant að markmiðið náist? Það er sjálfsagt hægt að hafa ýmislegt áhugavert á dagskráni, en ef við getum ekki mælt það með góðu móti eða sýnt fram á það að bærinn hafi staðið sig og uppfyllt stefnuna, þá er til lítils í raun og veru að hefja vegferðin. Þess vegna spyr ég að því, hvar eru mælanlegu markmiðin, hverjir eru þau og hvernig verður þeim fylgt eftir? Og þau laust þetta mál sem Rúnar Bragi og Sveinn Óskar voru að ræða, mál nr. 3. Og
Rúnar Bragi hefur beðið orðið af sér, gjör svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar. Í stefnu þessari sem er rætt hér erum við að tala stefnu í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2027. Undir hverjum lið í stefnunni eru 5 liðir. Það annars vegar þjónusta við fötluð börn og ungmenni, þjónusta sveitarfélagsins við fötluð fólk, eða fatlað fólk. Þriðji liðurinn er aðgengi, 4. er atvinnumál og 5. er sjálfstætt líf og búseta. Undir hverjum lið erum við með markmið og þar er undir því líka eru aðgerðir sem að þá við í fjölskyldunefnd, sveitarfélagið allt og við hér sem hér erum reynum auðvitað að fylgja eftir. Hvernig það er mælt sérstaklega er ekki endilega sett hér inn í stefnuna, en ég gerir ráð fyrir því að fjölskyldunefndin muni reglulega setja þessa stefnu sem á aðrar sem undir hana heyra til að kanna einmitt það sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að tala það er kannski ekki til sérstök leið eða aðferð við stefnur hér í Mósesbænum varðandi mælanlegar, en þetta er auðvitað það sem við þetta er okkar vegvísir og okkur auðvitað ber að fylgja því í einu og öllu, þannig að þannig að það er það sem að auðvitað markmiðið er hér. Orðið virt. Þetta mál bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Þú beðið orðið af sér, gjör svo vel. Stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Forseti, já, það er með þessi markmið. Sko, grundvallaratriði í öllum stefnum er að það sé hægt að vita hvort að markmiðinu hefur náð. Það er grundvallaratriði. Þannig leggjum við upp mál og við getum til dæmis fjallað það að ég tók nú þátt í þessari ráðstefnu sem var fjarfundur síðastliðið haust. Og þar var einn einstaklingur sem sagði bara einfaldlega að það er ekki hægt að búa til hóp eða einhver sem getur bara hringt í mig því að ég er svo einmana. Þetta var ekki flókin fyrirspurn. Þetta var mjög einföld skilaboð það hvað sveitarfélög getur áorkað og komið og mælt í raun og veru hversu margir hringt í. Við ætlum að hringja í fólk sem er einmana. Ég var að ráðstefnu út á landi, allsindis óskylt því sem við erum með hér, en stór samkoma. Þar var fulltrúi viðkomandi heilsustofnunar að fjalla það hve einmanaleiki eldri borgar er mikill á svæðinu. Það er líka einmanaleiki hjá fötluðum. Og þetta er til dæmis atriði sem var fjallað við mig á þessari fjarfundi síðastliðið haust. Og það var komið á framfæri í því skjali með punktum. Eitt bara dæmi sem ég held að þurfi ekki einu sinni að vinna stóra skýrslu til þess að uppfylla. Og þess vegna segi ég að ef að kjósendur eða bara skattborgarar sem greiða fyrir þessa vinnu vita ekki hvernig á að ná markmiðinu, það er bara markmið, vita ekki hvernig, og geta ekki mælt á ákveðnum tíma ás hverju þessara markmiða hefur verið náð. Þá er til lítils unnið. Þess vegna er mjög mikilvægt kannski að leita sér aftur inn í þessa vinnu og sagt hvernig getum við mælt þetta. Og það er nefnilega hægt að mæla þetta. Varðandi aðgengið sem dæmi, þá er þetta bara óskaði eftir því að öryrkjabandalagi aðrir verði til ráðgjafur það hvað þarf að klára og hvar það er sem þarf að klára. Það hefur gerð skýrsla til dæmis Varmárskóla aðgengi fatlaðra í skólanum og það hefur verið unnið eftir slíkum skýrslum áður. Þannig að ég segi
að það eru fulltrúar fatlaðra sem eru bestu sérfræðingar einmitt aðgengi fatlaðra. Og þeir vita nákvæmlega hvernig hægt að mæla árangurinn í sínu málaflokki. Hvort að sveitarfélög hafi klárað þá þætti sem hér að ræða. Þess vegna segi ég það að ég legg áherslu á í þessu efni, þó ég ætli mig ekkert að bóka neitt sérstaklega það hér, að við leitumst eftir því í fyrsta lagi að fjölga ekki mikið af áætlunum sem bætast við okkar ágætu embættismenn, þannig að þeir get ekki klárað hugsanlega vegna þess að þetta orðið svo mikið álag á alls konar stefnum, heldur kannski reynum að finna leiðir, eins og til dæmis varðandi þennan málaflokk, að leita til þeirra félagasamtaka sem eru að standa vörð hagsmuni þessa fólks, sem dæmi, og spurja þau, getum við unnið saman að því að reyna að ná markmiðunum sem við erum að setja hér í þessari skýrslu. Þannig að ég segi bara enn og aftur, skýrslan góðra gjalda verð. Ég nefndi eitt mjög einfalt dæmi sem var hægt að gera í þessu bæjarfélagi, að búa til einhvers konar hringiverð eða skipulag, þar sem hringt í fólk sem að vitum og hugsanlega félagsmál yfirleitt hér vita að eru einmana, og það sé reynt að búa til eitthvað fyrirkomulag, einhvers konar vinaleiðir eða slíkt fyrir fólk sem einmana. Því að þeim fjölgar og það áskorun til okkar að reyna að bæta þeirra kjör, og líka þá í sambandi við fatlaða að það sé reynt að hafa mælanleg markmið þar sem við getum bent á við höfum náð árangur. Það tveir af væðiskar núna og það næstu tilbyrðu máls Haraldur Sverrisson. Bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel Haraldur. Já, takk forseti. Mér langaði nú eiginlega bara til að koma upp og fagna því að það sé búa til þessa stefnu. Og það verður nú að segjast alveg eins og að það er búið að vera töluvert mikið stefnumótun hjá nefndum á þessu kjörtímabili. Og þetta er ein af þeim og er í raun og veru nauðsynlegt fyrir okkur hér og fyrir þá sem hér vinna að vita hvað að hverju við stefnum og hverju stefna sveitarfélagsins í viðkomandi málaflokki. Hér er stefna í málefnum fatlaðs fólks og hún er að mínum mati mjög vel unnin og vel úr garði gerð. Hún er eins og formaður nefndarinnar nefndi hér í nokkrum köflum ákveðin atriði. Þau atriði eru ákveðin megin markmið og svo er í stefnunni aðgerðir eða aðgerðaáætlun það hvernig skuli ná þessu markmið. Hvaða atriði það eru sem skuli leggja áherslu á til þess að ná þessu megin markmið. Og í mínum huga er þetta nú mjög gott form á stefnumótun. Það er alveg ljóst að það er fjölskyldunefndin sem ber ábyrgð á þessari stefnu, það er að segja framkvæmd hennar. Hún hefur staðið að gerð hennar, undirbúið þetta og líka náttúrulega notendaráð fatlaðs fólks. Og svo erum við hér komin hérna í bæjarstjórnina til þess að endanlega staðfesta þessa stefnumörkun sem að er til mjög góða og síðan fer hún að sjálfsögðu í framkvæmd eða samkvæmt þeim aðgerðum sem að koma fram undir hverju einu markmiði stefnunar. Og ég get alveg fullvissa bæjarfulltrúana það, Svein Óskar, að þetta er engin ofraust fyrir embættismenn og starfsmenn bæjarins, heldur þvert á móti. Þetta er til þess að einfalda þeim vinnuna, til þess að vita, þeir viti hver stefnumörkun bæjarstjórnarinnar og fjölskyldurendarinn og notendaráðsins er í þessu tiltekna málaflokki. Sérstaklega til þess að þeir geta lagt áherslu á þau mál sem þar koma fram, en ekki til að flækja eða íþyngja þeim. Og ég held að það sé einmitt nauðsynlegt og þannig höfum við unnið og munum vinna áfram. Við fáum einhverju ráð það, að einmitt að það sé ljóst hvert sveitarfélag er að stefna í viðkomandi málaflokki. Það var verið að afgreiða hér stefnu, eða stendur til að afgreiða hér stefnu reyndar lýðheilsu og forvarnamál sem búið að senda öllum nefndum, búið að fjalla hana mikið í Íþrótta- og tómstundanefnd og svona lokan hikkurinn eftir að staðfesta hana hér í bæjarstjórn. Það er búið að mynda stefnu í málefnum aldraðra. Ég er nú örugglega að gleyma einhverju stefnu. Það er verið að vinna að aðalskipulagi
endurskoðun aðalskipulagsbæjarins sem er risastór stefnumörkun og það er verið að vinna niður í menntastefnu og allt er þetta mjög mikilvægt og ég bara fagna því að við hér við þetta borð og með fulltingi okkar starfsmanna okkar nefnda séu svona framsýn og framsækin að mynda stefnu í málaflokkum. Þannig að það séu nokkurn veginn á hreinu hvað er sem við viljum ná fram þar. Þannig að ég bara endurtek það að bara fagna þessara vinnu, fagna þessara stefnu og þakka fyrir þá vinnu sem hérna hefur verið lagt. Þetta er fyrir máls Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi, Valdimar. Takk þér forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum að fjalla hérna stefnu hérna í málefnum fatlaðra. Stefna í málefnum fatlaðra sem hefur verið hérna fram. Bæjarstjórinn nefndi nú nokkuð atriði sem ég ætlaði að nefna hérna í ræðu minni. Til dæmis það að það kannski held að sé bara gott fyrir starfsfólkið að hafa svona stefnumorgun, að vita hvert er verið að stefna og þannig allir stefni í sömu átt og líka þetta að þú veist að við erum búin að fjalla nokkuð, það búið að taka nokkuð margar stefnur í gegn hérna hjá okkur. Við erum að fjalla 2 á þessum bæjarstjórnarfundi. Og líka sko, mér langar aðeins að hæla þessari stefnu sko. Hún er nokkuð vel unnin, undirbúningurinn og vinnan við hana fannst mér vera bara nokkuð góður og það er talið upp sko hver er framtíðarsýnin, hver eru leiðarljósin og svo er sett fram stefna í 5 liðum og hverjum liði eru markmið og aðgerðir. Ég ætla líka að taka undir það sem bæjarfulltrúi Sveinn Óskar sagði að það má alveg vera sko í þessu mælanleg markmið það sem það á við og það er svona fyrsta sem maður tekur eftir þegar maður fer yfir þessa stefnu að þarna væri nú alveg kjörið að setja aðeins meira kjöt á beinið og setja mælanleg markmið af því að stefna er jú bara stefna og hérna stundum og sumt af þessu er náttúrulega bara hægðarleikur að koma sér fram hjá sko. Að stundum er þetta orðað þannig þetta sé aðgerðna eigi að vera þessar ef það er að koma í við eða eitthvað slíkt og sumstaðar er bara hægt að setja mjög góð mælanleg markmið akkurat á þessa stefnu. Ég ætla að taka undir það og ég held að sé bara ástæða til að gera það í mörgum tilfellum sko. Ég sé ekki af hverju við ættum ekki að gera það. Dæmum þetta með búsetu koma og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hérna. Þetta er vissulega vinna sem má alveg skoða í sambandi við þessa stefnu og ég ætla að taka undir það og vona að það veri gert að einhver leyti. Takk. Nú, fleiri hafa ekki fatið hljós þetta mál, stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks, mál nr. 3. Jú. Hvað segirðu? Svaraði ekki spurningunum að sagða hana? Jú. Það er umræðin með byrju, hvað segir Rúnar Bragi? Þú ert nú segja búið að taka tvisvar. Já, hann spurði mig spurninga á hann. Ég skildi það nú ekki sem beina spurningu. Það verður alveg skýrt þegar fólk hefur svara fram spurningar. Þannig að ég lít nú svo á að umræðin sé lokið, það er ekki hvað sé hljós, frekar mál nr. 3. Árið er aust ennþá, þannig voru 4 mál á dagskrá, 5 mál fyrir geði og Rúnar Bragi, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, þú er beðinn orðið. Takk fyrir það forseti. Nokkur að koma hérna undir máli nr. 1 á þessum fundi sem heitir lykiltölur fjölskyldusviðs. Ég hef reynt að koma hér upp undir þessum lið þar sem við reynum að fylgjast með þessu mánaðarlega. Hér er verið að fylgjast með svona því sem er að helst að gerast varðandi þennan málaflokk hjá okkur í Mosfælnum og fyrsta mál hér á dagskrá er fjárhagsaðstoðin sem er hér veitt til íbúa bæjarins. Það er ánægjuefni hér að hér sjáum við tölur á niðurleið, þar að segja við erum að
veita færri einstaklingum fjárhagsaðstoð. Það virðist vera þannig að einstaklingar hér í Mosfellsbæ eru að fá atvinnu í meira mæli heldur en á sama tími fyrra og í hittifyrra. Þannig að það virðist vera uppsveifla sem betur fer, og sama má segja með ef við förum alveg neðst í þetta minnisblað sem við sjáum hér, þá hafa atvinnulausum líka verið að fækka hjá okkur, sem mjög gott mál og vonandi heldur það áfram. Og síðan erum við hér með tölur varðandi barnaverndartilkynningar og síðan fjöldi tilkynninga heimilisofbeldi. Og það kannski einna helst að segja þar hafa tölur verið að hækka örlítið hjá okkur. Þannig að það er vandi kannski á ferðum þar. Við þurfum að gæta okkar og fylgjast vel með. Síðan eru hér tölur í varðandi heimilisofbeldi. Þær virðast vera líka á niðurleið. Það er ánægjuefni. Við erum með enga tilkynningu hér í júlí sem hefur ekki sést áður hér á þessu blaði, en 2 tilkynningar í ágúst meðan þær voru 9 á sama tími fyrra á 27 árið þar á undan. Ég ætla bara að eins og áður bara minna á þessa skýrslu og það er gott að fylgjast með. Orðið laust, fyrsta mál, lykiltölur fjölskyldusviðs, þar sem Rúnar Bragi var að ræða og hvað svo engin ljós það mál hafa umræða vorið. Og enn gefið orðið laust ef einhver vill ræða eitthvað sem við ekki nú þegar rætt, svo virðist ekki vera, og þá lítur svo á að við séum reiðbúin í atkvæðagreiðslu þess að staðfesta niðurstöðu fjölskyldunefndar í einstökum málum við tvennir réttu bönd, fundargerð með staðfestingu í atkvæðinu. Daginn eftir var haldinn, það sé 29. október, var haldinn fundur númer 311, það var enda bara 1 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust, það sé ekki ljós, það var umræða lokið og í stað greiðum atkvæði þessa fundargerð fjölskyldunefndar, þessi staðfesta hana í hendur á lofti. Og áfram haldum við, það fræðslunefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 7. október síðastliðinn. Það var fundur númer 395. Þar voru 3 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust og já, ég held að Kolbrún hafi á undan og svo Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Kolbrún. Já, takk forseti. Ég kem hér upp undir fundargerð fræðslunefndar. Ég vil fyrst kannski fá að nefna hér mál númer 1 sem heitir byrjunarnafni Klörusjóður, en þar sem sagt ég bara segja frá því að við fengum kynningu, eða nefndin fekk kynningu á 2 verkefnum sem að fengu hérna í fyrstu úthlutuninni, nú búið að úthluta 2 styrk úr þessum sjóði, Klörusjóði, og þetta eru 2 ólík en ákaflega mikilvæg verkefni og ég vil bara svona segja frá því hvað þessi sjóður er að sanna sig og er vonandi hvetjandi fyrir kennara til að koma með hérna ný verkefni og auka samvinnu milli skóla. En þarna eru sem sagt, annað verkefni var frá Ölfu Regínu Jóhannsdóttur útikennslu sem er ákaflega skemmtilegt verkefni og það sem að nemendur eru leiddir hér öll fellin og fjöllin okkar og kynnt sagan og ýmislegt annað. Ákaflega ánægjulegt að heyra Ölfu segja frá þessu verkefni. Það er ekki alveg full klára, þess vegna er það verkefni ekki hér undir málinu, hún er ennþá með það í þróun. Og síðan var það Málfríði Bjarnadóttir sem var með hérna fyrstu skrefin í forritun og þarna fylgir slóð inn á, ef það ekki tekið eftir í þarna efst í fyrstu línunni undir heiti málsins sem hún hefur opnað hérna heimasíðu þetta verkefni. Mjög svo mikilvægt hérna, og glæsilegt verkefni forritunarkennslu á fyrstu skrefin í forritun. Þannig að þetta var mjög ánægjulegt að sjá og ég bara veit að nefndin mun fá í framtíðinni kynningu á þessum verkefni og það var mikilvægt fyrir okkur að sjá þessi verkefni raungerast og hérna þarna er verið að deila út fjármagni í þessa til verkefna og gaman að fá þessa kynningu. Þannig að hérna, ég vildi bara segja frá því varðandi þetta mál, svo mun ég örugglega koma aftur upp undir öðru máli. Takk. Já. Við ræðum mál númer 1. Ef einhver vill ræða það
bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Guðjónsson. Það heitir einfallega Hlöðusjóður, styrkþega frá 2020, kynna verkefni. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, já, þarna eru tvær Málfría og Alfa Regina með mjög skemmtileg verkefni og ég vildi bara taka undir þetta með síðasta ræðumanni að þessi tvö verkefni eru kannski ákveðin sýn á það hvernig bæði kannski vill verða, það er tæknivætur og tengdur náttúrunni, þannig að ég bara hrósa þessum verkefnum og bara tek undir með síðasta ræðumanni. Árlega leiknum Föðursjóðs, hvernig ræða það, svo verður ekki vera þá urðaður lokið. Orðaðlaust hinn hérna málinn og Kolbrún var nú búin að búa það, hún myndi snakka aftur máls og þarna voru eins og ég segi 3 mál. Já, takk fyrir. Það eru stefnur þarna, bæði málinn. Já, að því við erum að tala um stefnur, þá kem ég hér upp undir máli númer 353 menntastefnu Mosfellsbæjar, eða það er að segja endurskoðun á skólastefnunni. Og ég vil bara segja frá því að sú vinna er komin á fullt og búið að halda skólaþing sem var haldið á síðastliðinn mánudag, þar sem að nemendur, kennarar og síðan foreldrar og íbúar seinni part dags fengu að koma að og koma hérna sínum áherslum að í varðandi þessa stefnu, en sem sagt við fengum kynningu fræðslunefndin á hérna frá Ragnheiði Agnarsdóttur sem er verkefnastjóri verkefnisins og þar eins og þið sjáið þá er kynningin frá Ragnheiði hér undir málinu og þetta er niðurstöður sem sagt úr spurningum sem voru sendar á okkar skólafólk og þarna liggja fyrir niðurstöður. Og þarna eru bæði sem sagt markmiðið þarf að draga fram styrkleika, áskoranir, ógnanir og tækifæri í menntamálum Mosfellsbæjar og þetta er 83% svarenda voru kennarar, 11% stjórnendur og 6% aðrir, þar sem sérkennarar, skólaleiðar og stuðningur og það voru áhugaverðar niðurstöður og eins og framkemur þarna þá voru styrkleikarnir metnaður í skólastarfi, vel búið að börnum, læsi, fjölbreytni í námsefni, samskipti almennt góð, nýbreytni í kennslaháttum, lýðræði, sköpun og góð samvinna innan skóla. En tækifærin, það er það sem að við náttúrulega viljum grípa. Það er aukið samstarf og samtala á milli allra hagaðila, aukið samstarf milli skóla þróun skólastarfsins, samþætting og aukin fjölbreytni í þjónustu við börn af erlendum uppruna og börn sem þurfa stuðning og stuðningur allra hagaðila við skólastarfið og sýnileiki starfsins í samfélaginu. Fólk sem kallar á meiri sýnileika og ég get algjörlega tekið undir það. Þannig að þetta voru mjög áhugaverðar niðurstöður og ég bara bind miklar vonir við það að við fáum gott innlegg frá öllum hagaðilum sem að láta sig skólamál í Mosfellsbæ varða sem innlegg inn í þessa stefnu. Þannig að já, svo kemur þetta þarna fyrir neðan bara svona flokkunin, hvernig þetta raðaðist allt saman, en eins og segi, þessi vinna er á fullu og vonandi bara náum við og þarna er líka fyrir tímalína hvenær við ætlum að ljúka þessari vinnu og við erum á áætlun samkvæmt henni, þannig að og það eru verkefnateymið er á fullu að vinna og undirbúa og sem eru fulltrúar úr öllum skólum og frístund og frá skrifstofunni líka. Þannig að þetta er svona bara sem ég vildi segja stöðuna á verkefninu endurskoðun á menntastefnu Mosfellsbæjar. Takk fyrir. Orðaðlaust þetta mál, það er fulltrúi Sveinn Óskar Norðvík, Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Málum 3, það heitir einfallega menntastefna Mosfellsbæjar. Já, forseti, ég kem hérna undir lið sem að forseti getur hérna. Það er menntastefna Mosfellsbæjar sem fór fram á fundi fræðslunefndar nr. 395. Enn og aftur vil ég tala mælanleg markmið. Og núna til fyllingar þeirri umræðu að þá vil ég benda á handbók
opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Frá Stjórnarráði Íslands, dagsett 2013. Og í kafla 3.6 með leyfi forseta mælikvarða. Markmið þurfa að vera mælanleg til þess að hægt sé að fylgjast með hvort athafnið við innleiðingu skili árangri. Ég held að allir hérna við þetta í þessari bæjarstjórn vita hvert er að fara, eins og ég fór með áðan varðandi málefni fatlaðra, að í menntastefnu þurfa að vera mælanleg markmið. Ég fagna því að það er gerð SWOT-greining í þessu skjali sem hér liggur undir. SWOT-greining er ein af tegund áhættu mats. Hvar liggja styrkleika, hvað ógnanirnar, tækifærin og svo framvegis. Það sem að gert með SWOT-greiningu, það er líka gert í viðskiptunum, í slíkum úttektum. Og við erum að sjá meira og meira að kröfur eru gerðar slíkar stefnumótanir, en aftur, samkvæmt opinberri handbók, verða markmiðin að vera mælanleg. Ég get innbrá á mörgu, auðvitað er einkunnagjöfin mælanleg, en svo mat á því, er einkunnin rétta mælieiningin og er lýðheilsan líka? Hvernig mælum við hana? Jú, það er hugsanlega hægt að mæla hana, heilbrigði og annað slíkt. Þarna erum við ofta að tala notandan sem eru börnin, en mér finnst að við þurfum líka að gæta að starfsfólkinu mælanleg markmið í menntastefnu, vegna þess að það þarf að líta til dæmis til álags á starfsfólk, því að það hefur bein áhrif á í raun og veru menntun og að veita mentuna, veikindi og annað slíkt. Þetta þurfi ekki að vera persónugreinileg gögn, þetta er bara algjörlega innan skóla og má vinna með þetta hérna inn á fræðslusviði. Sjálfsagt er eitthvað af þessu tekið saman og unnið með. En þetta er dæmi mælanleg markmið. Mælanleg markmið getur til dæmis verið að fara yfir eitthvað meðaltal á landsgrunnu eða svona á landsvísu, fara yfir eitthvað stig í PISA eða í starffræði á höfuðborgarsvæðinu og svo framvegis. En mér finnst skipta máli þegar bærinn er að leggja í svona mikla vinnu að það séu farið eftir handbók eins og þessari, það sem lögð áhersla af hálfu stjórnvalda, að séu mælanleg markmið inn í stefnumörkun. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra frekar inn í fyrraskiptið, en ég innbrá þessu og ég óska eftir að koma undir dagskrárliðnum hérna á undan, forseti, þegar þessu máli lýkur hér, sem er númer 5.2. Rúna Bragi, þú varst, orðið laust menntastefnuna, það frekar, svo verið ekki vera þá með að loki. Þá stendur eitt út af og þú varst að reynda búin að óska eftir að taka til máls og það er lýðheilsu og forvarnastefna, ég ætla að gefa þér orðið, Björn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi og síðan kemur Rúna Bragi. Lýðheilsu og forvarnastefna heitir það. Forseti, þakka þér fyrir. Enn og aftur erum við að tala stefnu. Þetta er nú þriðja stefna sem við tökum fyrir í dag, hér er lýðheilsu og forvarnastefna. Ég vísa aftur í skýrsluna eða í handbókina sem ég nefndi áðan frá 2013 sem Stjórnarráðið gaf út. Og þar er gerð grein fyrir því að mikilvægt við alla stefnumótun séu mælanleg markmið. Og það er ekki allt, en ég tek undir það með fulltrúa Viðreisnar hérna áðan að minnstu kosti einhvers þorri þeirra markmið að verði mælanleg. Og þetta er nú bara eins og með hverja aðra vegferð. Við leggjum á stað á morgni til vinnu og okkur markmið er að klára eitthvað yfir daginn. Það er sama hér. Við verðum að geta mælt einhvern árangur og í vinnuna okkar þá erum við mælt af árangri. Og í öllu lífinu
erum við mælt með einhverjum mælikerfum. Hvers vegna það? Það til þess að athuga hvort við náðum markmiðinu, náðum því sem að upp var lagt með. Og þegar við tökum lýðheilsu og forvarnastefnu, að þá náttúrulega þurfum við að átta okkur á því hvaða markmið viljum við ná og hvernig ætlum við að bregðast við ef að stefnir í að við náum ekki markmið. En þess vegna, til þess að geta séð það, þá við þurfum að mæla. Og mér finnst að þessar stefnur hér þurfi, þau skortir hreinlega þessa þætti, eða þennan þátt, það er að það séu mælanleg markmið og það sé eitthvað út á við til okkar íbúa, það sem á íbúarnir geta fylgst með. Er þetta blurry markmið eða ekki blurry markmið? En að öðru leyti fagna ég náttúrulega þessum stefnumótunum, en ég vil árétta það að við þurfum að bæta úr þessu með mælinguna á árangrinum. Orðaðu laust mál nr. 2, Rúnar Bragi Guðmundsson, stjórnsvöld. Þetta er stefnufundurinn mikli, nú ræðum við lýðheilsu og forvarnastefnu. Já, það er rétt, takk fyrir forseti, fulltrúar, hér erum við að ræða stefnu aftur og mér langar bara að koma hér fram og hérna þetta er þá eins og Sveinn Óskar talaði um, þriðja stefnan sem við ræðum. Í þessa stefnu sem að mér finnst bara, eftir því sem að við gerum fleiri stefnur því bara flottari verður sú vinna og við lærum meira á því hverja einasta skipti sem að við gerum fleiri stefnur. Þessi stefna er auðvitað okkar handbók, talandi um handbók. Þetta er handbókin okkar í þessum málaflokki. Hér eru markmið og inn í þessari stefnu er líka, alveg eins og í stefnunni sem ég gat ekki komið að áðan almennilega, eru líka leiðir að markmiðum. Eins og hér er til dæmis í þessari stefnu nr. 4 félagsþjónusta, þar er markmið og hér eru leiðir að markmiðum og fyrsti punkturinn þar er árlega að fara fram kortlagning á þörfum viðkvæmra hópa sem hefur það markmið að bjóða þeim upp á stuðning til heilsueflingar. Hér eru þetta leiðir að markmiðum hvernig við ætlum að, sem er þá mælanlega vantarlega, en að sjálfsögðu þetta er okkar vegvísur og okkar handbók hér innanhús og okkar hér sem að hér erum. Þannig að, en mér langar bara að segja að þetta er bara, mér finnst þetta bara vel unnið og hérna eins og aðra stefnur hér, bara gaman að sjá hvernig þetta er farið að verða bara líka, ég ætla bara að segja fallegt, hvernig þetta er hérna sett upp, skýrt og bara til fyrirmyndar. Orðaðu laust mál nr. 2 og mæli fyrir Sveinn Óskar Óskar því að taka máls aftur, gjör svo vel, lýðheilsu og forvarnastefna. Forseti, já, þetta getur verið handbók. Við erum með vegahandbókina, en hún gengur ekkert út á það hvernig við ætlum að ná markmiðunum. Hvenær eigum við að mæta upp á Skeiðarársand og hitta hópinn? Hvenær ætlum við að ná hæstu hæðum í umönnun barna? Hvenær ætlum við að ná markmiðunum að klára alla rampa fyrir falla? Og svo framvegis. Þetta þarf að vera með markmið og markmiðunum þurfa að fylgja einhverja punktar það hvað resource á að nota. Og þó þetta sé handbók sem segir okkur hvaða steps hvaða í raun og veru vegaslóða á að fara, þá segir þetta ekki hvenær á að ljúka ferðinni. Það er hvergi nefnt það hvenær ætlum að klára þetta. Það er allt mjög blurry. Þannig að þegar maður sest upp í rútuna þá vitum við að hún á að fara Norðurland og hún á að enda á Akureyri, en við vitum ekkert hvenær við komum þangað. Þetta vantar. Það vantar tímaásinn, það vantar hvað kostar í ferðina og það vantar hvað við komum að áfangastað. Þetta vantar. Og í allar þessar stefnur. Og það stendur í handbókinni sem gefin hefur verið út til leiðbeiningar stjórnsýslunni hvernig ætti að hafa mælanlegu markmið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðmundsson hefur beðið orðið aftur, gjörðu svo vel Rúnar Bragi.
annað mál. Það segja lýðheilsu og forvarnastefnu. Samt alveg sama mál og við erum að tala um. Málum 2 mitt í. Yes. Það er gaman að tala um þetta. Þetta er hérna eins og stefnan er hér og mér langar bara að vitna hérna í bara fyrsta lið hér, skólastarf, markmið. Að allir skólar Mosfellsbæjar hafi heilsueflingu að leiðarljósi í starfsemi sinni. Og þar kemur leiðir að markmiðum. Stjórnendur og starfsfólk skóla Mosfellsbæjar fái fræðslu um mikilvæg og jákvæð áhrif heilsueflingar. Að innleiddar verði heilsueflandi aðgerðir í alla skóla í Mosfellsbæ fyrir lok árs 2025 og svo framvegis. Hér eru auðvitað leiðandi leiðir að markmiðum. Það stendur auðvitað ekki nákvæmlega hér hvenar og hvernig markmiðin eiga að vera mæld, en stefnan er mörkuð til ársins 2025. Það eru auðvitað ákveðin leið og það eru auðvitað mæling til ákveðins árs og auðvitað getum við litið á stefnuna og þá leiðir og þau markmið og mælt auðvitað hvað hefur gerst á þeim tíma. Við erum á 2021 núna, það er nóg eftir. Já, það hefur engin hvað sem ljós. Jú, ásakið, það er bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir. Við ræðum málum 2, lýðheilsu og forvarnastefna. Já, mér langar bara að koma örstutt undir þessu máli lýðheilsu og forvarnastefnu. Mér langar bara til að fagna þessu plaggi og tek undir hvert orð sem hefur sagt þessa ágætu stefnu, af því að ég held að sé gríðarlega mikið gott og þetta er svona ákveðið svona reglívar stefna sem að fer svona inn í aðrar stefnur og aðrar stefnur tengjast henni. En kannski það sem að vekur athygli og mér langar aðeins að nefna þarna er náttúrulega stefnan er skiptist í 6 þætti og það er efstur á blaði fyrsti þátturinn er skólastarf, síðan er æskulýðs, félags- og íþróttastarf nr. 2, öryggi íbúa nr. 3, öryggi og til dæmis forvarnir eins og þarna stendur, öryggi íbúa, svo að þeir lýst nánar undir stefnunni. Nr. 4 heilbrigðisþjónusta og það við erum vantilega að tala um aðgengi að heilsugæslunni og ýmislegt annað. Og nr. 5 félagsþjónusta sem er aðbúnaður eldri borgara og viðkvæmra hópa, svo þarna stendur. Og nr. 6 sem að ég vek athygli á, það er umhverfi og samgöngur. Og þegar ég man að þegar ég var að nema lýðheilsufræði á árinu 2006-08 þá var hvorki umhverfinni samgöngur nefnt undir hatti lýðheilsu. Þannig að mér finnst að það er mjög ánægjulegt að sjá þetta og sýnir það bara hvað þetta er rauninni breitt spektrum, mikil breitt í lýðheilsumálum og þarna kemur bara til dæmis aðgengi að náttúru og umhverfisvænum ferðamáta. Og það er náttúrulega það sem að koma skal eða verða vill eða hvernig sem ég mun nefna það að okkur er ekki stætt lengur á því að vera að brenna hér eldsneyti alla daga og spæna upp malbyggið og með tilheyrandi mengun. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu og mér finnst þetta bara mjög flott stefna og mjög stolt af henni og svo er líka benda á að þarna aftast það eru náttúrulega mælaborð og það eru þarna eftir þessi síðum, blaðsíðu númer 14 eða síða 14, mælaborð lýðheilsu og forvarnastefnu. Það eru náttúrulega, það eru lýðheilsu, það eru mælikvarða sem að til dæmis embætti landlæknis hefur gefið út, sem við erum að fara eftir. Og við fáum ákveðnar niðurstöður, kallast lýðheilsuvísar. Og þar eru við að fá bara ákveðnar niðurstöður hvað varðar heilsu og alls konar upplýsingar niðurstöður úr könnunum sem þegar okkar íbúar eru spurðir. Og þannig að við erum mjög gott aðgengi að lýðheilsuvísum hjá embætti landlæknis og við fáum alls konar upplýsingar okkar íbúa og þetta eigum við náttúrulega að nota grimmt og þarna á blaðsíðu 14 það sem er þjónustuþáttur, staða og svo tillögur það hvernig við ætlum að framfylgja þessu. Þannig að lýðheilsu og forvarnastefnan er algjörlega með klárt mælaborð það hvernig við ætlum að ná þeim árangri sem við ætlum að ná.
þannig að undir þessum hatti þá eigum við að geta algjörlega tekið mælt það sem að hvar við ætlum að ná árangri í varðandi lýðheilsu og forvarnamál í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Já, nú hefur við ágæti bæjarfulltrúar rætt öll málin þessari dagskrá, þannig að það býður okkur ekkert annað en að fara að greiða atkvæði þessa fundargerð fræðslunefndar frá 7. október. Þeir sem að staðfesta hana eins og einhver mál fyrir að veða sér bennir eftir pönd að staðfesta nýja atkvæði. 8. október síðastliðinn var haldinn fundur í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Þar voru nú fleiri mál á dagskrá, 12 mál með afgreiðslufundunum og ég gef orðið upp. Það er eitthvað sér fjós og ég var ósk eftir sérstaklega atkvæðagreiðslu 62, já. Það er óskað eftir sérstaklega atkvæðagreiðslu 62 sem að ber titilinn Uglugata 40-46 deilu skipulagsbreyting, en forseti gefur ennþá orðið laust ef einhver vil ræða eitthvert mál þarna. Og bæjarfulltrúi Suðurlandsbann hefur óskað eftir því að taka til máls eitthvert mál. Það er mörg mál í boði. Forseti, í kemendurlið nr. 6-7 hagsmunamál frístundabyggðarinnar við norðanvert Hafravatn. Þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar númer 551 og þarna erum við að tala erindi frá formanni stjórnar Hafrabyggðar sem dagsett í síðasta mánuði og erindunum var vísa til vinnu við endurskoðun aðalskipulags. Það sem að mér finnst skipta hér máli er að það sé hlustað betur á þennan hóp sem að þessum félagsskap stendur vegna þessa gífurlegu hagsmuna sem þarna er uppi hjá þessu fólki. Og við höfum tekið hérna fyrir á fundi hagsmuni golfklúbbsins og ekki er ég einu sinni allir félaga þar Mosfellingar, en við höfum samt boðið fólki hingað fyrir þennan hóp að ræða við bæjarstjórn, fundi beinað aðgang. Með leyfi forseta ætla að lesa bókun fulltrúa M-lista. Bókun Jóns Péturssonar fulltrúa M-lista fulltrúi Miðflokksins í skipulagsnefndar Mosfellsbæjar óskar eftir að stjórn Hafrabyggðar fái að mæta á fund skipulagsnefndar. Punktur. Mér finnst hreint út sagt hið besta mál þegar svona stór hópur með þvílíka hagsmuni, fjárhagslega hagsmuni, mjög ríka hagsmuni, óska eftir fundi að það sé tekið vel í það og það sem fyrst í ferlinu. Hér hefur verið gagnrýnt að fólk hefur ekki komið nógu snemma inn með verkefni eða gert athugasemdir nógu snemma, en hér er fólk að koma með athugasemdir mjög snemma og ég held að nefndinni beri bara skylda til þess að hlusta og taka viðkomandi aðila á fundi ef hann óskar þess. Það eru fordæmi hérna fyrir þessu, ekki þá aðeins í skipulagsnefndina heldur, það er bara inn í bæjarstjórn, jafnvel. Og hér hefur komið alveg og það hefur gustað af liði sem hefur komið hérna inn og að óska eftir fundi og fjármagni eða beint eða óbeint. Eða tilslökunum eða einhvers konar bara áheyrn sína hagsmuni. Þess vegna legg ég enn og aftur ríka áherslu á hér að þessu fólki verið boðið til fundar. Það
Næsta tekur til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson og formaður skipulagsnefndar. Við ræðum 7. mál. Lesa titilinn hérna, svo langur, hagsmunamál frístundabyggðarinnar við norðanvert Færeyja. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Þetta mál lýtur að erindi nýstofnaðs félags sem að heitir þessu ágæta nafni Hafrabyggð. Það kemur fram í máli bæjarfulltrúa Miðflokksins að hann vilji láta þetta fólk fá að koma á fund í skipulagsnefnd, en það sem kemur ekki fram í hans máli var það að það komi erindi til bæjarráðs sem að vísaði því erindi á það leið að þessir aðilar sem voru óska eftir í bæjarráði að fá að koma á fund bæjarstjórnar til þess að ræða þessi mál, að því var vísað til bæjarstjóra þar sem að hann myndi eiga samtal við þessa aðila sem voru óska eftir þessum fundi, eins og iðulega gert. Til þess erum við með framkvæmdastjórann og hann tók með sér, ef ég man rétt, lögmann bæjarins og skipulagsfulltrúa, og þeir áttu fund með þessum ágætu aðilum sem að er að gæta sinna hagsmuna þarna í þessu máli. Þess má líka geta að í endurskoðun aðalskipulags liggur þegar fyrir sama erindi frá sömu aðilum, nema þá voru þeir ekki búin að stofna þetta félag, sem að lítur að því að það verði skoðað og breytt í gildandi aðalskipulagi, þessum skilmálum sem að þessir aðilar eru að mótmæla og snerta þeirra hagsmuni sem landeigendur við norðanvert Hafravatn. Þannig að það er búið að bjóða þessum aðilum á fund. Það liggur fyrir erindi frá þeim inn í endurskoðun aðalskipulags og þar að leiðandi var það eina sem að skipulagsnefndin gat gert á þessum tíma, á þessum fundi síðasta, var það bara að vísa þessu erindi inn í þessa vinnu sem er við endurskoðun aðalskipulags. Það er ekki búið að taka fyrir þessa kafla sem að lúta að frístundabyggð í Mosfellsbæ, en það styttist mjög í að það verði tekið fyrir og þá verður þessum hagsmunaaðilum væntanlega gerð grein fyrir gangi mála og það verða haldnir hér líka íbúafundir endurskoðun aðalskipulags, þar sem að þessum aðilum gefst á tækifæri til þess að eiga samskipti við bæði þá kjörna fulltrúa og embættismenn þeirra erindi. En það að það sé ekki verið að hlusta á þetta fólk og það sé einhver skylda skipulagsnefndar að verða við þessari beiðni, ég er ekki sammála því. Það er búið að funda með þessum aðilum, þeirra erindi liggur núna tvisvar sinnum fyrir í endurskoðun aðalskipulags og það verður ekki meira gert í bili, þannig að við mátum það svo að fundur með þessum aðilum á þessum tímapunkti myndi ekki skila neinu meiru heldur en það sem að þegar er framkomið. Takk fyrir. Orðið er rétt. Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi hefur beðið aftur orðið. Við ræðum 7. mál áfram. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, meiri hlutanum í lóa lagið að vísa þessu frá eða þá að samþykkja þetta ferli. Hann er sá sem ræður hér í þessum bæ og þess vegna er ég ekkert endilega að segja að það sé skylda ef þeir vilja ekki gera þetta. Ef þeir vilja ekki gera þetta. Og svo vil ég benda á það að einstaklingar sem leggja inn mál eru einstaklingar, en þetta er annar lögaðili sem hér um að ræða, sem sendir inn erindið. Stjórnsýslulega ætti að taka það og bera það áfram bara eitt og sér, sjálfstætt mál. Og þessi lögaðili, hann er að gera eða sameinast þetta verkefni til þess að styrkja stöðu sín, sem er ekkert óeðlileg. En þetta er búið að vera það lengi í farvatninu að viðræður við bæjarstjóra virðast vera fullreyndar. Og þess vegna er þetta fólk væntanlega að koma sér saman í félagsskap. Hvort sem að þau fái áheyrn nefndarinnar bæjarráðs eða bæjarstjórnar,
ég bara legg það í hendur meirihlutans að velja hvar þau fá áheyrn, en mér finnst að það er jafnt yfir þá að ganga eins og annar félagsskap samanber golfklúbbinn sem fær hérna að koma hérna og sópa að sér bæjarfulltrúum og spjalla sína hagsmuni. Og þess vegna leggja áherslu á það að þessi lögaðili sem hér hefur lagt inn erindi fái bara svipaða í raun og veru svipaðan aðgang að kjörnum fulltrúum eins og annar félagskapur. Það er félagskapar hérna sem hafa unnið í samráði við bæinn og alls konar hugmyndum í sambandi við íþróttamála og annað slíkt. Ég held að stærðargráða hópsins þarf ekki endilega að skipta máli nema að þessi bara vera að hugsa næstu kosningar. Þetta er bara hópur sem er að gæta sína hagsmuna og hann er bara sér fram á það að það mun hugsanlega verða einhverjir erfiðleikum háð að ná sambandi við bæinn og búið að reyna það greinilega samkvæmt því sem að fulltrúi eða formaður skipulagsnefndar nefni hérna áðan. Hann nefni það einfaldlega að þetta búið að vera lengi í gangi og það er einhver ekki fram í koll. Heldum áfram með mælendaskránna. Sveinn Óskar, þú hefur orðið. Takk. Og það hafa verið fleiri erindi sem sent hafa verið bænum þetta mál í gegnum tíðina. Nú er þetta sér lögaðili og ég vænti þess að forseti haldi mönnum á við efnið að þetta er þessi lögaðili en ekki einhverja aðrir sem er að ræða. Svo við höldum stefnufestu á fundinum. Að þeir eru að óska eftir áheyrn eða ég legg þannig í máli að þau vilji fá áheyrn og mér finnst sjálfsagt að þau mæti og fá að heyra í okkar kjörnum fulltrúum hérna öllum eins og aðrir, önnur félög hafa fengið og þar hafa líklegast raun og veru verið einhver ekki nægjalegt að golfklúbburinn hitti bara bæjarstjórn. Það var ekki nægjalegt. Heldur voru allir að koma hérna og fleiri en einn og fleiri en tveir frá golfklúbbnum, fullu virðingu fyrir því starfi sem þar fer fram. Fullu virðingu fyrir því starfi sem þar fer fram. En hérna erum við að tala um það að fyrir hvern og einn í þessum félagsskap eru persónulegir hagsmunir upp á fleiri milljónir. Og að leyfa bæjarstjórnum að ræða. Já, ég skal halda áfram hérna þess vel, Sveinn Óskar. Leifum að klára. Þú ert orðið. Já, það komið aftur. Já, þú hefur alltaf verið með því núna. Já, takk fyrir forseti. Og ég segi bara einfallega eitthvað gekk á sem var til þess að golfklúbburinn fekk áheyrn þetta bæjarstjórn. Eitthvað hefur gengið á. Og þess vegna segi ég ég er sammálaður. Já, ég er sammálaður. Sammála, ég er nú ekki búin að segja hvað þetta segja. Ég veit hvað það segja. Já, nú er það. Höldum okkur við málið sem er á dagskrá og það er nákvæmlega þetta erindi sem við erum búin að ræða. Já, nákvæmlega. Já, áheyrnin að þessi hópur fær áheyrn eins og aðrir. Og mér finnst skipta máli að þarna verði jafnt látið yfir alla ganga. Og ég vil meina það að hagsmunir per einstakling í þessum máli eru margfalt stærri heldur hagsmunir klúbbs sem að hefur fengið nánast allt gefið á bænum. Miklu meiri með hvert félaga í viðkomandi félög. Mér finnst skipta máli að ég á að reka hérna bæjarfélag með virðingu, jákvæðni og framsækni ásamt umhyggju og þá er þetta haft að leiðarljósi að jafnt verði fyrir alla og við gætum þeirra hagsmuna að hérna íbúar fái ekki mismunandi afgreiðslu eftir því hvaðan þeir koma. Við heldum áfram með mælendaskránna og það eru tveir bæjarfulltrúar á mælendaskrá. Haraldur Sverrisson, þú ert næstur, bæjarfulltrúi og bæjarfulltrúi. Já, fórstu, ég var nú bara að veikja það, ég veit bara eiginlega ekki satt bara að segja hvert bæjarfulltrúin er að fara. Það er eiginlega bara alveg stórskrítin umræða og ég veit ekki af hverju hann
þarf að nota hvert einasta tækifæri til að koma höggi hér eða reyna að koma einhverju höggi á íþróttafélagi í bænum. Ég veit ekki hvað golfklúburinn kemur þetta máli bara við eða slíkt. Ég meina það verðist eins og hann sko gefið það í skein að einhver íþróttafélagi og einhver einstaklingar hafi hér einhvern aðgang að bæjarstjórn eða hverju sem umfram aðra. Þetta er bara ósmekklegt og ég frábið mér svona tal. Þannig að ég bara frábið mér það. Hvað varðar síðan samskipti við þetta félag Hafrabyggð, það kom reynda fram í máli formann skipulagsnefndar og formann bæjarráðs hér áðan að bæjarráði hefði borist bréf þar sem hefði verið óskað eftir því að það sem voru ákveðin mál sem þeir vildu ræða við bæinum, og bæjarráð eins og venja fól bæjarstjóra að ræða þetta félag sem hann gerði, sem komi hér á ágætisfundi og þar voru þau nú að svona fyrst og fremst að fara yfir það hvað að það væri búið að stofna þetta félag og voru svona leit eftir afstöðu Mosfellsbæjar til þess, og þeim var sagt það að Mosfellsbær hefði engar athugasemdir við það. Síðan var verið að ræða ákveðin atriði sem snýra skipulagsmálum hvað varðaði þetta svæði, meðal annars það að þau voru að tala það að það þyrfti að þau teldu að þetta breyta hér status á skipulagi þessara frístundasvæðis og þarna ætti að heimila heilsársbúsetu og sem þýðir þá að þarna er orðin íbúðabyggð en ekki frístundabæði. Ég fór yfir það og við ásamt lögmanni hvað sjónarmið bærinn hefði haft í því sambandi. Frístundabyggð var með allt öðrum hætti heldur en slíkt, og það kallaði á þjónustu sveitarfélagsins eða öllu heldur commitment eða skuldbindingu til þess að sveitarfélagið þjónustu þetta svæði eins og íbúðabyggð, þar að segja þyrfti að sjá skólaækstur, snjómokstur, sorpbyrðu og slíka hluti. Við útskýrðum afstöðu sveitarfélagsins hvernig hún hefði verið og væri í aðalskipulagi bæjarins. Við bentum reyndar á það líka að það stæði yfir endurskoðun á aðalskipulagi, og ef félagið óskaði eftir breytingum á því þá væri farvegurinn að senda skipulagsnefnd erindi þess utan, en við töldum nú samt að sögðum svona leiðbeinandi stjórnvald að það hingað til ekki verið vilji til stefnubreytinga hvað þetta varðar, því að það eru töluvert miklar skuldbindingar í því fólknar og það er þannig, og útstýrðum okkur það væri víkjandi í aðalskipulagi frístundabyggð og fórum svona gegnum þetta alls saman eins og ég mann þann fund, en það voru teknir á honum örugglega punktar sem ef einhver óskar eftir þeim að fá þá var það sjálfsagt. Þannig að þetta var bara fínn fundur og fór ágætlega fram, og í framhaldi af því gerir ég ráð fyrir því að þau ákveða að skrifa skipulagsnefnd erindi, og það er í þessum farvegi, og ég bara skil ekki alveg þetta upplæg út af þessu máli. Þá tekur næst til máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Valdimar, um 7. mál. Takk þér, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar nú að byrja á því að segja, ég vissi nú ekki hvað máli snýrist hérna upp að, því ég hef ekki séð þetta bréf það sem óskað var eftir fundum með bæjarráði, bæjarstjórn eða skipulagsnefnd. Það hefði hugsanlega verið ástæða til þess að leggja það bréf fram í bæjarráði, ég veit það ekki. Ok, það var tekið fyrir það sérstaklega, ég tek það fram fyrir þá sem ekki vita, ég sit ekki í bæjarráði. En ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Sveini Óskari að það er náttúrulega eiga allir að hafa jafnan aðgang að bænum og þá ekkert að vera því til fyrirstöðu að fólk getur komið sínum málum einhvern veginn á framfæri. Ég ætla samt ég er ekki sammála því að hver sem hvenær sem fengið aðgang að bæjarstjórn. Mér minnir svona í þessu máli með golfklúbbinn að bæjarstjórn hafa nú óskað eftir upplýsingum frá golfklúbbnum, að þetta hafi verið á þann veginn að þeir hafa komið inn og þurft að setja fyrir svörum frá okkur. Mér minnir meira að ég hafi verið einn af þeim sem hafi beðið þennan fund, ég gæti að mismuna
vegna þess að mér vantaði ákveðna útskýringar frá golfklúbbum og mér finnst það skipta máli í svona samskiptum sko, en ekki það að náttúrulega á eiga bæjarbúar skilyrðislaust að hafa aðgang að bæjarfulltrúum, að sérstaklega framkvæmdastjóra og svo framvegis. Ég sé ekki að það hafi verið gengið á þann rétt þessa fólks í þessu, eða þessa félags í þessu tilfelli. En síðan getum við rætt sko þetta fyrirkomulag þarna við Hafravatn að þetta er frístundabyggð og ég held að sé alveg ástæða til þess að skoða það. Ég held að alveg ástæða til þess að opna umræðum það hvernig við viljum hafa þetta til framtíðar. Það er núna stefnan að þessi byggð sem er þar, þessi frístundabyggð sem er þar, skuli víkja og ég held að það sé stefna sem muni taka ansi langan tíma, svo ekki sem meira sagt að þessi hús sem það eru muni víkja og þannig að við þurfum að fara að hugsa þetta upp á nýtt. En það er annar mál og mál sem varðar aðalskipulagi. Takk. Það tekur næst til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson og formaður gjör svo vel, Ásgeir. Forseti bæjarfulltrúa, bara örstutt varðandi þetta, bara svona til að halda því til haga að þá er þetta mál afgreitt sem sérstakt nýtt mál gagnvart nýjum aðila. Þannig að það sé nú alveg á hreinu því Sveinn Óskar var að bæjarfulltrúi Miðflokksins var að spekulera í því. Það segir sig einfaldlega sjálft að þetta er nýra aðili sem sendir þetta bréf og þetta erindi. Það er afgreitt í skipulagsnefnd með þessum hætti vegna forsögu málsins. Þetta hafði áður komið fyrir í bæjarráði þar sem þessir aðilar óskuðu eftir fundi með bæjarstjórn. Ég veit ekki hvað það ætti að enda ef að allir sem óskuðu eftir fundi með bæjarstjórn, sama hvað það er stóru eða lítil félög, myndu fá áheyrn. Þannig bara virkar ekki stjórnsýslan. Í því tilfelli þá vísuðum við þeirra erindi til framkvæmdastjóra, sá fundur átti sér stað, framkvæmdastjóri lýsti því mjög vel bæjarstjóri, hér hvernig sá fundur fór fram, bara mjög góðu fundur. Þannig að það er ekki eins og þeir hafi ekki fengið áheyrn og það er ekki eins og þannig að þeir hafi ekki fengið að þeir sitja ekki við sama borð og aðrir. Bara þannig að við höldum því algjörlega til haga. Ef að þetta bréf hefði komið í fyrstu lotu og þetta hefði verið fyrsta skipti sem við sáum erindi þessa hóps, þeim hefði verið í lóga lagi að senda þetta bara beint inn í skipulagsnefnd þess að óska eftir þessum fundi, af því það gerist iðulega, það eru einhverju aðilar sem eru með hagsmuni hér varðandi skipulagsmál og þeir sendi erindi sem beint inn í skipulagsnefnd og óski þá eftir fundum, þá er það annarkvort afgreitt með þeim hætti að það er stundum orðið við þeim fundum, en stundum það þannig að þá hefði verið málinu vísað til skipulagsfulltrúa eða framkvæmdastjóra umhverfissviðs sem hefði þá boðið þessum aðilum til fundar og síðan þá hefði málið þróast þaðan áfram eftir því hvernig það hefði verið. Þannig að þessir aðilar, forsagan var sú, þeir voru búnir að óska eftir fundi með bæjarstjórn, þeir voru búin að fá fund með þessum aðilum sem fram hefur komið, síðan ákveður að senda þetta erindi til skipulagsnefndar og það eina sem að skipulagsnefndin gat gert í þessu tilfelli var bara að vísa þessu í vinnu við endurskoðun aðalskipulags vegna þess að forsagan er þessi og ofan á það bætist að það er erindi þegar inni í endurskoðun aðalskipulags frá þessu sömu aðilum þó að það sé ekki þessi formlegi vettvangur sem nú er búið að stofna. Þannig að ég vildi bara klikka á því að auðvitað var þetta afgreitt sem sérstakt nýtt mál og nýtt erindi og þessir aðilar hafa fengið nákvæmlega sama tækifæri til þess að koma sínu sjónarmiðum á framfæri eins og venjan er hér í stjórnsýslunni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið. Ræðum 7. mál áfram. Gjör svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, kem upp undir þessu sama máli, hagsmunamál frístundabyggðarinnar við norðanvert Hafravatn og ef ég má forseti þá sko að því að þennan félagsskap þegar hann sendi bæjarráði bréf á sínum tíma, það er sérstök löggjöf sem gildir þessi félög sem á eða má allavega stofna í frístundabyggðum, þannig að mér fannst svona allt í lagi þá og að
að því að þannig háttar til með þennan félagsskap að þeir fengi að koma og hitta bæjarráð en niðurstaðan var eins og hérna hefur komið fram að hérna fela bæjarstjóra og embættismönnum að ræða við þá og samkvæmt forseti því bréfi sem að fylgir þessum dagskráli hérna, ég má vitna eins í hann að þá stendur hérna að sá fundur hafi farið fram 1. júlí síðastliðinn og það sem að sem sagt að þeir eru að fara fram á eða fyrirgefið forseti í bréfinu sem þeir senda hérna á skipulagsnefnd sem var undir þessum dagskráli að þeir greina þar frá að fundurinn hafi farið fram 1. júlí og sem sagt það sem þeir eru að tala ég vitna hérna beint í bréfið með þínu leyfi forseti stefna að því að frístundabyggði Hafravatn norðan og vestanvert leggist af í tímans rás og það þetta sem þeir eru að tala og eru sem sagt að tala fyrir því að á þessu verði breyting. Nú hérna það kom fram í máli bæjarstjóra hérna áðan að það hafi verið teknir punktar að þessum fundi, ég held að sé bara mjög fróðlegt fyrir okkur sem að höfum ekki séð þá að fá þá senda eða þeir verið settir undir þetta mál, það að segja bæjarráðsmálið á sínum tíma og við fáum þá upplýsingar það þegar fundagerðinni komið þar inn, þannig við getum bara lesið það og verið þá uppfærðir það hvað fór fram á þessum samtalsfundi embættismanna Mosfellsbæjar og þessa félags 1. júlí síðastliðinn. Nú hérna forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég tel svo sem ekkert verið í vegi fyrir því að forsvarsmenn þessa félags verði kallaðir á fund skipulagsnefndar þegar hún fer að fjalla þetta erindi þeirra og ef til vill annara, það liggja fyrir all mörg erindi frá alls konar einstaklingum og hagsmunaaðilum í varðandi endurskoðun alskipulagsins og ég tel ekkert athugavert við það ef að nefndin gerir það þá bara sjálf ef henni sýnist svo að eiga samræður við þá sem að senda inn erindi varðandi alskipulagsbreytingar yfir höfuð. Þær eru af alls konar tegundum og þær eru misstórar og ná mislangt. Það er svona eftir því hvað menn eru að leggja áherslu á. Þannig að ég tel að það sé ekkert sem að banna nefndin að gera það ef hún vill hafa það verklag. Þannig að það er ennþá hægt að gera það gagnvart þessum aðilum. Nú forseti, ég ætla ekki að það er búið að nefna hérna sem sagt að aðrir hafi fengið hérna áheyrn hjá sjálfur í bæjarstjórninni og allt þetta. Jú, það er ábyggilega til í dæminu að svo hafi verið í gegnum tíðina. En eins og ég segja, mér fannst allavega sjálfum vegna þess að þennan félagsskap gildi sérstök löggjöf að þá fannst mér allavega í lagi á sínum tíma að þeir fengju að koma og tala máli sínu þannig að við getum öll bara hlusta á það, svona kannski svipa og við gerðum þegar golfklúbburinn kom hérna. Ég var algjörlega sammála því á þeim tíma að sáfundur færi fram og taldi hann eðlilegan með við aðstæður. Ég er ekkert að bera þetta saman endilega þessi tvö en hérna svoleiðis er það. Þannig að það var þetta sem ég vildi bara rétt hlaupa á forseti. Takk fyrir. Já. Nú hefur enginn hvað sem frekar hljóðsum þetta mál. Þannig að umræðan lokið það á þessum fundi. Það var málum 7. En við erum að ræða ennþá fundagerð skipulagsnefndar og ég orðiðlaust einfaldlega eitthvað af hinum málunum. Ef einhver vill ræða eitthvað, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég kemur til máli nr. 6.8, nýtt leiðanett strætó. Hér stendur undir þessum dagskráli lögðu fram til kynningar fyrstu drauga nýju leiðanetti strætó, umræða endurskoðun borgarlínuleiðum, stofnleiðum og almennum leiðum. Mér leyfi forseta og vitna ég hérna í þetta. Niðurstaðan var svo hljóðandi: lagt fram að kynnt, skipulagsnefnd vísa málinu til umhverfissviðs til frekari skoðunar og samráðs við strætó BS. Tilvitnun lýkur. Nú ekki ætla ég nú að hafna því hér að umhverfissvið
fá að skoða þetta og eiga eitthvað svona samráð við strætó. Nú, en það sem ég langar að benda á er hvað er verið að kynna hér, og mér finnst svona mikilvægt að setja sig eitthvað samhengi í hlutina. Borgarlínuleiðin sem á að fara Mosfellsbæ í áttina á Vogahverfi og jafnvel lengra að Suðurlandsbraut og hugsanlega þá niður í bæ, niður í Vesturbæ, að hún eigi að breytast, og það er og sérstaklega hún á að fara lengra heldur bara í miðbæ Mosó. Hún á að enda, það er einhvern veginn verið rætt þarna á tímabilinu, hún á að fara alla leið upp í fyrsta draugin sem ég sá á sín tíma, og nú átt að fara í miðbæinn en nú átt að fara upp í Helgafeldshverfi. Og þetta eru tvöfaldir vagnar, þetta er mikil faratæki og ég svona hugsa það hvort að hönnun Helgafeldshverfi hafi gert ráð fyrir svona stórum vögnum og beygjuradíus fyrir það. Sjálfsagt kann það að vera, það er tæknilegt úrlausnarefni. Hér er jafnframt talað þá strætóleiðina. Hún eigi þá að í raun og veru að fara í gegnum þveran Mosfellsbæ, ef við segja Leirvogstungu Reykjabyggð, með viðkomu að Reykjalundi, en hringurinn miðbæinn á að fara út samkvæmt þessu nýja kerfi, heldur á að fara beint Reykjaveginn, eiginlega upp af frá N1 og KFC beint inn á Reykjaveginn, inn á Reykjalund og inn í Reykjahverfi úr Leirvogstungunni. Þessi stað sýnist mér að borgarlínan eigi að sinna þá þessi, eða hún fer þá framhjá vantarlega, ef við sýnist þetta vera rétt, framhjá Ólís inn á Vesturlandsveg og þaðan inn í Helgafeldshverfi, allavega í eitthvað áleiðis þarna inn í hverfið. Nú, það sem að ég hugsa í þessu efni, innstig og útstig fyrir fólk sem býr í Leirvogstungu og Reykjahverfi, með við leið 15 í dag, þá fjölgar innstigum útstigum fyrir þetta fólk. Og það sem gerist í raun og veru það að sá sem hefur ferð sína úr Leirvogstungu eða Reykjahverfi stígur þar inn í strætó, tekur vantarlega hérna niður í miðbæ og svo borgarlínuna niður í Voga, ef þetta er ungt fólk á leiðinni í menntaskólanum Sund, og svo skipta þar, og það eru önnur innstig útstig. Í þessu efni virðist innstig útstig inn í vagna fjölga. Nú, á móti kemur vantarlega hraðari yfirferð, en ég efast að það gerist ef að við komum til miða við að leggja stað snemma á morgni, mjög snemma á morgni, sem sé fyrir klukkan 8 eða fyrir klukkan 7, myndi ég kannski segja, milli 7 og 7:30. Nú, þetta er nú svona vangaveltur þetta eru sem sé að ræða hérna breytingar á fyrirkomulagið á strætó, sem er þá söfnunartæki borgarlínunar, og ég að safna saman inn í borgarlínunar sem fari hérna upp í Helgafell og miðbæinn og gegnum í raun og veru framhjá Lágafellsskóla, Blikastaðaland og framhjá Korpu og áfram niður að Vogahverfi og þar á Suðurlandsbraut og svo framvegis. Þannig að mér við þetta, þá sýnist mér þetta að vera svona einhvers konar vinna í það markmiði að reyna að hámarka aðkomu borgarlínunar að stórum byggðakjörnum, sem er svona eðlilegt í raun og veru í ljósi þess sem þetta á að afkasta. En með við Mosfellsbæ sýnist mér engu að síður að þetta virðist fjölga innstigum útstigum fyrir ákveðin hóp einstaklinga, og sérstaklega hugsanlega þessa menntskælinga sem að hafa stundað mikið nám við menntaskólanum við Sund í Mosfellsbæ.
Þannig að þetta svona verðugt hjá íbúum að kynna sér þetta. Þetta á vefnum hér hjá Mosfellsbæ í lok þessa fundar þegar fundurinn hefur afgreitt fundargerðina og rétt að bæjarbúa kynni sér svona þessar breytingar og sérstaklega umferð borgarlínuvagna Helgafellshverfi sem að náttúrulega gæti verið jákvætt en það er spurning hvernig þessi stóru vagnar muni hafa áhrif á það umhverfi og hvort að þetta séu það stórir vagnar að þeir geti valdið truflun á annarri umferð vegna þess að við höfum mikið talað þessi gatnamót þar sem farið úr hverfinu inn á Vesturlandsveginn, sérstaklega álagstímum og þannig að ég vil svona tala undan og ofan í kringu þetta til þess að svona bara vekja athygli á málinu. Þetta stór mál og verður mjög kostnaðarfrekt og óvíst að það muni nokkuð tíma standa undir sér. Ég held að það muni aldrei standa undir sér og það nú gert ráð fyrir að almenningssamgöngur standi almennt ekkert undir sér. En ég held að í ljósi þess að þetta að halda áfram sínu skriði að þá held ég að það geti ýmislegt breyst í ferlinu. Ég held að þessi ráðagerð sé ekki góð fyrir Mosfellsbæ. Hvers vegna? Ég held að þetta geti orðið myllusteinn háls Mosfellsbæjar og sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu og í annar stað það önnur leið færari, svona léttari útgáfa af þessu þar sem hægt að auka við umferð Vesturlandsveginn og bæta við aðreinum og fráreinum þar, sérleiðum og svo framvegis. Mér finnst þetta svona meira mið af hagsmuni þeirra sem ætla að byggja upp hérna í kringum okkur heldur en endilega skattborgurum. Það sem skattborgurum verður væntanlega gert að niðurgreiða þetta og þá myndi ég nú telja að betur væri farið í Sundabraut fyrst. En þetta svona almennt þetta og mín sýn á þetta en ég bendi íbúum að kynna sér efnið á síðu bæjarins þegar þessi fundi lýkur en þá væntanlega verður þetta undir þessum dagskrárlið. Já, það einna með ykkur þetta mál, það Ásgeir Sveinsson bæjarfulltrúi. Við ræðum 8. mál í fundargerð skipulagsnefndar, nýtt Leiðanes Breiðholt. Hvað sem Ásgeir? Takk fyrir það forseti, bæjarfulltrúi. Já, bara rétt aðeins þetta. Þetta eins og kemur fram þarna, þetta eru fyrstu drög að nýju leiðanetti og þetta sendt hingað til okkar í skipulagsnefnd. Við erum umferðarnefnd sveitarfélagsins til kynningar. Þessi drög hafa ekki verið rædd við umhverfissvið að nokkru ráði. Það sem þetta snýst fyrst og fremst það að þarna verið að varpa þeirri hugmynd fram hvort að það verði möguleiki á því að borgarlínan muni mögulega geta teygt sig upp í Helgafellshverfið út frá þeirri þéttingu sem að þar og það einfaldlega bara eitthvað sem verið að byrja að skoða og inn í það þarf að taka til dæmis viðræði við vegagerðina vegna uppbygginga hér á gatnamótunum hérna í bænum og svo framvegis. Það sem fyrst og fremst verið að gera þarna það verið að sýna fram á nýtt leiðakerfi sem að mun taka gildi áður en að borgarlínan kemur hér upp í Mosfellsbæ eins og við vitum að þá alltaf hún gerir það í kringum 2030 pluss mínus ef allar áætlanir ganga eftir. Þannig að það verið að sýna hvaða breytingar verða á leiðakerfinu og þangað til borgarlínan kemur hingað upp. Það mun strætó að sjálfsögðu keyra borgarlínuleiðirnar og strætó mun halda áfram að keyra Vesturlandsveginn þangað til að uppbygging verður komin að stað í Blikastaðalendinu bæði þá í athafnasvæðinu og síðan á íbúasvæðinu og einnig þetta háð eins og við vitum uppbyggingu í Keldnaholti. Það sem stóra málið það að þarna verið að brydda upp á því sem nú búið að taka umræðu hérna inn á umhverfissviði. Það verið að brydda upp á því að það verði breytingar hér innan svæðis sem að gera það verkum að það verður innanbæjarleið hérna sem að fer í Leirvogstunguna og síðan hérna upp í Reykjahverfi. Aðrir íbúar hér í Mosfellsbæ verða með innan við 400 metra gönguradíus við aðalstrætóleiðina.
fleiri innstig eru ekki spennandi, en þau eru ekki endilega bara það sem við þurfum að horfa á vegna þess að stóra vandamálið í dag við systemið eins og hérna núna, að það passa mjög illa saman leiðirnar hérna sem gerir það að verkum að fólk sem að vill ná í strætó númer 15 og það sér á eftir honum og þarf þá að bíða lengur heldur en við viljum í dag. Það er búið að reyna að breyta þessu, en þá verður svo mikið skekkja á samsvörun á þessum vagni númer 15 við aðra vagnanir niður í Ártúnshóli til dæmis, að það hefur bara ekki gengið upp. Með þessari innanbæðarleið þá eykst tíðnin og það eykst þjónustan og þarna er þetta að stilla af þá hvernig hún passar við þá aðalleiðina sem að síðan verður borgarlínuleið einhvern tímann í framtíðinni, og það er held ég það sem skiptir miklu meira máli heldur en við teljum bara innstigin, vegna þess að það eru fleiri þættir sem skipta verulega miklu máli í þessu sambandi. En ég vil bara ítreka það að þetta eru fyrstu drög að þessari nýju leiðakerfi, og þetta verður tekið hér til umræðu inn á umhverfissviði, og þá eftir að koma í ljós hvort að þetta gengur upp með þessum hætti eða hvort að það verður fundin einhver ennþá betri flötur á þessu, þannig að það markmið náist að þjónustan við okkur Mosfellinga, hún verði eins góð og eins mikil tíðni og passi eins vel saman eins og hægt er. Það er meginmarkmiðið og það er það sem við munum gæta hagsmuna Mosfellinga í þessari vinnu. Þess vegna var farin þessi leið að fela umhverfis að halda áfram ágætu samstarfi við fulltrúa strætó í þessu málefni. Takk fyrir. Orðið er laust. Þá getur bæjarfulltrúar þetta mál sem Ásgeir og Óskar voru að ræða. Mál nr. 8 í fundingu skipulagsnefndar, nýtt leið með strætó, það er þegar sem ekki ljós á það mál. Það er umræða lokið það. Forseti gefur ennþá orðið laust þessa fundargerð. Við höfum rætt 2 mál. Sem komið ég sé enga hönd á lofti, þannig að ég lít svo á að umræðum sé lokið hér með. Það er óskað eftir því að verði greitt atkvæði mál nr. 2. Og við byrjum á því að greiða sérstaklega atkvæði mál nr. 2 í fundargerð skipulagsnefndar frá 8. október. Svo allir séu þá hreinu hvað það snýst. Það heitir hér í fundarboði Uglugata 40-46 deiliskipulagsbreyting, og niðurstaða skipulagsnefndar var svohljóðandi: skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa deiliskipulagið í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Síðan fylgir þetta bók A2 frá fulltrúa M-lista og fulltrúa L-lista. Þessi staðfestað með niðurstöðu skipulagsnefndar í þessu máli eru bennur rétt upp hönd. Það eru 6 hendur á lofti. Þeir sem að 6 hendur á lofti, og Er ekki orðin að segja eitthvað aðkvæði? Jú, ég er ekki að segja. En hérna hvað sér þau? Bara hálfnaður. Það er búið að greiða atkvæði hverju er með. Það þurfa að vera með. Hvað er atkvæði? Getur því að varta því að Það er að gera aðeins stutt hér hérna. Ræða mál eða öllu heldur að greiða atkvæði mál nr. 2 í fundargerð skipulagsnefndar. Ég var bara að tilgreina áðan, það er Uglugata 40-46 deiliskipulagsbreyting. Nánari eftirgrennslan kom þá á hreint að það voru 7 bæjarfulltrúar sem greiddu atkvæði með niðurstöðu skipulagsnefndar sem forseti las hér upp áðan, og nú spyr forsetin er einhver sem greiðir atkvæði á móti niðurstöðu. Það eru 2 sem greiða atkvæði á móti.
þá liggur fyrir niðurstaða bæjarstjórnar Mosfellsbæjar í þessu staka máli. En þá eigum við ágætu bæjarfulltrúar eftir að greiða atkvæði öll hin málin. Og þá spyr ég þeir sem staðfesta, þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í öllum málunum nema mál nr. 2 eru beðnir að rétta upp hönd. Það eru vissulega 9 hendur úr því. Þá er lokið mál fundargerðin sem við þurfum að staðfesta. Það er eingöngu eftir fundargerð til kynningar. Samkvæmt næsta mál á dagskrá er mál nr. 7 samkvæmt talnaröðinni. Það getur nú verið að röðin að ruglast í fundarboði en ég eitthvað sé rétt að taka mál nr. 7 sem er afgreiðslufundur byggingafulltrúa, taka svo mál nr. 8 sem er afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa. Þannig að ég ætla að gefa orðlaust mál nr. 7 sem er afgreiðslufundur byggingafulltrúa, númer 450, hvorki meira en minna. Þessi fundur var haldinn 30. september síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og ég gef orðlaust. Það kveður sig engin ljós og þá var hún lögð fram. Þá tökum við afgreiðslufund skipulagsfulltrúa, Kristins Pálssonar. Sá fundur er númer 55 og númer 8 á dagskrá okkar. Það voru einhvers 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðlaust. 2 mál á dagskrá og það kveður sig engin ljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Þá förum við í fundargerð frá Sorpu. Það eru reynda 3 núna sem kom í röð. Við byrjum á fundi nr. 454. Sá fundur var haldinn 7. september síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðlaust. Það kveður sig engin ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan liðu nú bara 4 dagar sýnist mér til næsta fundar. Það var fundur haldinn 10. september í Stjórnsorpu og það voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðlaust. Það kveður sig engin ljós og þá var sú fundargerð lögð fram og síðan leið vika. Þá var aftur haldinn fundur í Stjórnsorpu. Það var númer 456, haldinn 17. september, 4 mál á dagskrá þar og ég gef orðlaust. Það kveður, það er bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið. 17. september, það var eins og ég sagði 4 mál á dagskrá. Já, takk forseti, takk. Það eru margar fundargerðir frá stjórn Sorpu. Það er fundað mjög oft í þessu byggðasamlagi en mig langar aðeins að koma hér upp undir máli varðandi niðurstöðuna á útboði á útflutningi á brennanlegum úrgangi. Þetta er eins og við ræddum hér undir fundargerð bæjarráðs hérna fyrr á fundinum í upphafi fundar að þá er þetta náttúrulega stóra verkefni Sorpu núna að það er að koma þessum brennanlega úrgangi fyrir og ásamt óvirkum úrgangi og þarna erum að ræða útboð á þessum útflutningi og það var þetta gekk hratt yfir, það var undirbúið að þetta útboð var undirbúið og með tilheyrandi látum reyndar að það sem að við botnum reyndar ekkert í þetta í stjórn Sorpu okkur það var en síðan kemur þarna fyrir niðurstaðan þessi að það verður farið í þetta útboð og þannig að framkvæmdastjóri fór náttúrulega stað og hóf viðræður við þá sem að vildu bjóða í og málið náttúrulega bara sett af stað en við fundum reyndar aftur í gær og ég veit að gær að minnir en sú fundargerð hún kemur náttúrulega bara fyrir næst en það er náttúrulega með þetta blessaða útboð á þessum útflutta efni að það verðist einhvern veginn allt stefni þá átt að þetta
verði hærri tölur heldur en við gerðum ráð fyrir. Þannig að það sem ég vildi bara segja varandi þetta, að þarna erum við að samþykkja það að verði farið í útboð. Niðurstöðurnar munu liggja fyrir þá sem sagt á næsta bæjarstjórnarfundi, það sem gerðist þá þegar við sáum hvernig boðið var í, en þau útboð reyndust, eða þess tilboðin reyndust allt of há. Þannig að en ég útskýri þetta allt saman vel áðan fyrir ykkur, en þið sjáuð að þetta er það sem er svona gangur mála bara hjá Sorpu núna. Það eru þessi stóru mál, það er útflutningurinn, og það er eins og, ef ég má kannski aðeins forseti nefna það sem kemur fram í varðandi Gæju, að þetta eru 3 fundagerðir sem liggja hérna undir í fyrstu fundagerð. En nei, ég þarf ekki að ræða það, en það er náttúrulega bara þessi stóru, það eru svona 3-4 stór mál sem að stjórn Sorpu stendur frammi fyrir núna, og þetta er eitt af þeim, og það er þessi útflutningur af brennilegum úrgangi, en það mun sem sagt framhaldssagan er náttúrulega í þessu máli, hún kemur það bara fyrir næst, en svo bara ég upplýsa það hér að það var fallið frá öllum tilboðum í verkefnið, af því að þau bara reyndast of há, og það verður leitað annarra leiða til að leysa þennan útflutning, þetta útflutningsmál, og það vonandi bara það er verið að vinna í því núna, og það vonandi skýrist það bara næstu dögum hvernig það mun allt saman fara. Það er bara það sem ég vildi segja varandi hvað er að gerast inn á borðið stjórnar Sorpu þessa dagana. Takk fyrir. Já, ég vildi orðið raust þetta mál nr. 2 útflutning af brennilegum úrgangi sem Kolbrún var að ræða. Það kveður svo engin hljóðs það. Þá er umræðum lokið það mál. Það var enda fleiri mál þarna á dagskránni, og ég vil gefa orðið raust ennþá, eða það er þetta að velja að ræða einhver önnur mál þarna. Það eru 4 mál. Síðasta máli var reynda bara ákveða hvernig næstu fundur eru haldinn, en það kveður sig ekki hljóðs. Þá lít ég svo á að umræðan lokið þessa fundargerð frá Sorpu. Og hún er þá lögð fram, og þá eigum við eftir, eins og stundum þegar við erum á Sorpunni í strætó, það gerir stundum að fundi hjá okkur, það eru 2 fundargerðir frá strætó. Munurinn er sá að annar er stjórnarfundur frá strætó og hitt er eigendafundur. Við tökum fyrst fyrir fundinn frá strætó sem var haldinn á Hesthálsi 14 24. september síðastliðinn. Það voru 6 mál á dagskrá, og forseti gefur orðalaust í þessa fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs hana, og þá erum við lokið og hún er lögð fram. Þá er komið að síðasta fundargerð kvöldsins, og það er líka strætó, eigendafundur, hann er með 33, það eru bæjarstjórarnir og borgarstjóri sem sitja þann fund, og reyndar frá stjórnstrætó líka, frá stjórnstrætó, og þar voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðalaust. Það kveður sig engin hljóðs hana, og þá er hún lögð fram. Þetta var 13. og síðasta málið á þessa fundi sem við tökum fyrir ágætu bæjarfulltrúar, og það verður boðað til næsta fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 27. október næstkomandi klukkan 16:30. Ég þakka kærlega fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.